Ready now, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 3. desember. Gleðilegan desember, kæru hlustendur og FM 95 Blöður hafið göngu sinna á þessum yndislega föstudegi. Þarna var Steindi Junior að opna einn ískaldan túborg, ekki jólatúborg, heldur svona venjulegan grænan og óskaðum til hamingju með það. Takk fyrir. Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti, það fullu bátur eins og flest alla föstudag og ég ætla að byrja á, ekki fyllibitinu sem var að opna bjór, heldur fyrirlega þáttarins. Hann líka með bjór, Ég Leinarsson, já, hann var ekki að opna svona og monta sig á því eins og þú. Ég opnaði rétt áður en að Blöð byrja að tala. Já, sem var helviti skynslegt í ánum. Það var mjög skrítið að vera á fullorðinsaldri að monta sig og opna bjór. Það er hræðilegt. Á hverju lyftur þá bjórnum alveg að mikrofónum en allir heyrðu að opna. Hættu, fólk trúur þessu. Hættu þessu. Hvernig er fyrirlið þáttarins? Ég er bara aldrei verið betri. Það er gott að heyra. Nema það, ég væri til í jólabjór. Já. Og ég er bara með venjulegan bjór. Þannig að ef að búið að hlusta, það er hísu upp þessu. Já, Alli vistlega líka að hann að keyra þetta út fyrir búa og hann Alli út að hlusta, hann mátti alveg koma með eitthvað jólatúborgina hann. Er það ekki? Það er alltaf einhverja fyllibittur sem fara í kælinu okkur og klára þetta. Hvað er að gerast bara hjá þeim? Þeir verða að vera á tánum. Þeir eru að vaði í ískapin, sko. En þráin á bylgjunni, hann má vaði í kælinu. Já, en ég hef ekki séð hann fara lengi í Nú kælinu. er þetta þráin í bylgjunni, Richard og Tomás Tommy Steindors. Nei, ekki Rikki. Það nú erum við 3 fyllibittur á vaði í Þetta ískapin. mátti Rikki vaði það líka. Nei, við Hann fer bara í hann. Það er þrý sem er að vaði. Mátt að fara í hann, hann er raging alcoholic. Hvað þú gerir, ég sett spraut og heroin fyrir fram að þig og skilja sér eftir bara, lætur þetta ekki vera? Þú ert heroinfíkil. Þetta fáið þér ekki. Væntanlega að láta þetta vera. Já, Ef hann væri fíkil. Ég er ekki heroinfíkil, sko. Það var ekki síðast í þessi. Ég held að Rikki sé ekkert að einhverju lokastíði heldur í drikkinu sinni, sko. Já, sko. En ég held að Rikki sé þurr núna, hann er í tenekötti, hann er líklega ekki að fara í skapin. Nei, en það er, sko, ég veit ekki hvort að hefur einhver önnur útastöð hérna hjá Vodafone viðurkennt þetta, en þetta er bara blautt fyrirtæki. Já. Það er ekkert að því. Fólk hattar ekkert að fá sér hérna. Nei, það Ég myndi segja að það væri bara rós. Fólk er að fá sér og hafa gaman og Það er reyndar eftir í öllum fyrirtækjum. Systir mín er að vinna hjá samkeppnisaðalunum og það gerir ekki annað en að vera einhverju fyllir í einhverjum partíum þar, sko. Og ég er að fara á morgun að Hress og Engaþjálfarinn eru með jólapartí, sko. Já, segðu mér að það sé heimahúsi. Já, það er heimahúsi. Ég menn, það er ekkert hvað maður að gera annað. Það er COVID. Það lokar ekki að 10. Jú, en sko, hefði ekki verið COVID, Guð hjálpi fólkinu sem hefði sittið á borðinu við hliðina á okkur. Háaðinn, shit. Þá er ég ekki að tala að þessi svona óksla fullir og dónalegur og leiðilegir. Háaðinn. Bara Gauji og allir þessi gaurar. Gauji hlær svo hátt að ég heyri það því þið er að leggja fyrir utan sporthúsið. Já, Gauji, Tálgarinn og Elmar allir hérna kom 2 í þá. Það er engin eðlilegur háaðinn. Kemur Maggi Bess, mætir hann? Nei, sko, þegar þú segir það, getur það bjóðum. Já, ekkert skemmtilega að fá sér kaldan með Bessar hann, sko. Hann getur sagt sögur. Rétt. Fyrirliðin, hann hefur aldrei verið betri en hvernig er okkar helsti markaskorari? Sem er ekki skorað lengi núna. Ég er bara fín. Það er ekki, byrju bara fín. Já, ég meina þú veist. Ekkert meira en það. Jú. Já, þetta er ekki góður. Jú, ég er bara frómandi góður að fylla líf. Það er gott að heyra. Hann að vera vitlaus. Nei, ég er bara í stuði, sko. Ég það er svo sem ekki mikið að frétta, sko. Nei, það far svo sem ekkert að vera neitt að frétta. Það er ekki bara ekki fáður helgina og okkar. Nei, Við erum að fara beint eftir þá til Ísafjarðar. Það verður vesen. Við erum að fara að skemmta þar. Það er ekki mörg gigg að setja hana. Nei, við verðum að Ísafirði. Hvað gengur Ísafirði? Það mentaskóli. Já, mentaskóli þar, fjölbrautaskóli. Já, það verður Það er stemming. fólk sem kann að party þar. Já, það er alltaf fólk út á landi kunna að party. Já. Það er bara þannig. Það er svolítið. Alltaf gaman að jamma með lið út á landi, sko. Rétt. Svo er komin einhver jólagýr í ykkur. Já, það er komið mikill jólgýr í mig. Það er mikill. Já, ég er búin að skreita. Það skrýta þessu komið mikill. Ég er búin að vera heima að skreita. Já, við ætlum að skreita í kvöld. Og ég er búin að setja á tréin fyrir utan og alltaf gera. Tekstur ekki, setur þetta ekki á grammið. Ég vil sjá hvernig þetta er. Og hverju grammar þetta ekki? Já, það er góð punktur. Ég geti þurft að gramma Ég verð að sjá hvernig þetta er. Egil lengt að sjá hvernig þetta er. Sko ekki nóg með hann sé með sin eigin dagskrárlið í blöðkastinu sem heitir Instagram-hóðni. Þá er Egil sennilega forvitnasti maður. Já, sá Íslendingur sem er svona allavega. Sko hann sendi mig, ég var að leiðin til London og fekk ég send frá hann bara blöð. Þannig sko þú verður með gott content á núti með dreifleiðist þetta heima. Já, bara setja inn, lega fólki fylgjast með. Ég var nú alveg duglegur að setja inn fyrir. Ég vel til að sjá hvernig The Mansion er jól með skreitingum. En það þarftu ekki að kaupa líka nýja skauti. Þú átti alltaf bara skaut fyrir þannig að hólu sem varst í. Ekki kalla gamla heimilum þetta hólu. Mjög fínt hús. Fólki sem keypti það að hlusta kannski. Já, þetta var líka bara geggjuð íbúð. Ég segi hóla og meina ég að nú þú stækkar vel við þig og þá þurftur að kaupa nýtt drasl eða
það ekki nýtt jólaskraut? Ég er búin að köpa 2 nýja seríur bara sem ég var að setja fyrir utan en ég er ekki byrjað að skreita inni sko. En byrju, Þetta skreit inni, skreitið þú fyrir utan líka? Ég skreiti bara inni. Nei, ég get ekki átt Þú setur í gluggana þá já, svolítið við það er svona það er samt inni. Sjáðu þið jólaskreitinga sem Rikki hendur upp hjá sér? Hann er aðeins búin að ríða sig í gangi eftir En betur hvað hann er bara að leggja Rikka inn sko. Hvað var hann að gera? Bara hann skreiti það mikið að þú veist, það er bara að sé eitthvað á honum. Hann skreiti það mikið að ég held að sko rafmagnsreikninguna eða bara jólabónusuna fer í rafmagn. Hvað sé ég þetta? Hann setti þetta á grammið sko þegar hann þetta er farið út núna, setti þetta þegar hann kveikti á. Ég hef aldrei séð allt hverði lýstist upp. Ég væri nágranni, ég væri búin að eins og í Christmas Vacation. Hann er alveg nettur þalinn sko. Býtu, þetta fíla ég sko. Ég er ánægð með Rikka. Hann er bara, þú veist, hann er vel öflugur sko. Hann er mest af jólabat sem maður þekki sko. Svona átt að vera. En það er sko, mér finnst, maður verður að skreita samt. Þó maður þurfa ekki að fara alveg í Rikkan að þá verður maður að setja eina sem ég fíla líka við, það er svo dimmt alltaf það er þægilegt að hafa jólaljósin aðeins að lýsa upp á mótmána. Já, mér finnst að við hefum átt að gera þetta bara 1. nóvember, alveg bara í síðasta lagi 1. nóvember? Já, og taka þetta niður í bara mass. Við ætlum að gera þetta 1. des, þetta er aðeins búið tefist okkur. Við gerum þetta af hverju ferðaði taugarnar á ykkurum að hafa ljós út allt og okkur lýsingu í februar? Af hverju ferðaði taugarnar á það fyrir eftir hvernig það er, hvernig líka jólaskot ég er með mjög Instagram-vænt jólaskot heima að mér sko. Já, Instagram-vænt? Já, það smell passar inn í konsepti sem ég er með heima. Þú veist, jólaskauti sem ég er með alveg í sama stíl og the furniture og þú séðum alltaf þessi jólaskauti, það er smekklega gert. Nú hef ég komið nokkuð sem eintegin Egil og er ég engin arkitekt eða innanhúsarkitekt, hvaða konsept er í gangi að heima þér? Ég er bara með, þú veist, það sem ég er að vinna með er í sama konsepti og the crib. Og hvaða konsept er það? Ég er bara með konsept. Já, heitir það ekki eitthvað. Ég er ekki arkitekt, sko, ég veit ekki hvað heitir, bara konsept sem ég er að vinna með. Ég er með þetta stílrænt það bara. Og síðan er ég að reyna að hafa jóladrasli, sko, út með einhvern ógeðslega ljótan rauðan jólasvein svo getur umfattalega á 7 og 5 þú setur hans upp í hillu hjá öllu flotta draslinuðinu það er hæðilegt en þú kaupir svona gráan svona Instagram-vænan jólasvein og hans passar hann sko, það skal setja það granni fyrir ykkur ég er á móti gráu skrauti sko þetta er allt grátt um mér ég ekki meiti rauðan lit það er ekki eins og rauða kúlur það neitt nei, það eru gráar Þú ert eins og fólkjan í myndinni Ég er með hvíttré, silfurlitaðu kúlur Hver ertu? Hvað ertu bara eitthvað Kókain bara Þetta þarf að fitt inn í heimilið Sko, málega er það verður eitthvað litir Ekki segja mér sem er rauðar og grænar kúlur Sko, tríð heim hjá mér Þú myndir fá, ég heyri bara, þú myndir fá hjarta á það Þú myndir sjá það Ég er ekki komið með tríð núna En tríðin sem hafa alltaf verið hjá mér bara Það eru alls konar, þú veist, að því að þetta er bara eitthvað sem krakkin er búin að vera að föndra og einhver er búin að kaupa einhver staðar og eitthvað svona Það er ekki að vera eitthvað too fancy Nei, þú veist, það er eins og að sé bara, það er eins og Christmas hefði allt á tríði, sko Þú kemur þetta inn, þú fær instantly í jólagýr, sko Instantly Ekki Egil Nei, Egil myndi vilja sjá bara eitthvað rotnandi hvítt tríð Ég er með hvítt svona Instagram-vænt jólatrí Já, reynda finnst mér alveg hvítt tríð flott Það er bara svona gull og silfur kúlur sem fara á Nei, það er samt aðeins svo mikið Maður á að vinna með alvöru Maður á að vinna með alvöru trí Maður á að vinna með alvöru trí Og vinna með litritt Hvað, þetta fara að ná í alvöru trí? Já Nei, langbæst að vera bara með plastri Nei, ég er með alvöru Getur við verið með aftur á næsta ári? Það er að höggva það sjálfur, eða? Höggvað sjálfur, hann er ekki skorið ost Það kemur ekkert óvart Ég myndi höggva hann sjálfur Kemur mjög mikið Það eru bara 0 líkur Pappans kannski bara að höggva þetta fyrir hann Það er einhverja líkur Það er þetta gaman að fylgjast með þér Þú myndir finna það trí og höggva það sjálf Kannski fáum við að sjá allt jólaskrautið Þú kvíslaði að mér og þú var að spá að halda upp ammanleiti fyrsta sinn í 36 ár Já, ég er hættu það Gat fucking verið Það er svo mikið launingin Ég er búin að taka stöðu á fólki Ég er bara svona að hitta lið Herðu, ég er að spá ég að halda svo upp á ammæli mitt en að 10. í ammæli 9. Það er enginn á að koma Og það er allir bara í alvörunni Akkur ekki helgin eftir, akkur ekki þarna Akkur ekki, það er allir eitthvað í þessinni En þá gerur það sem ég sagði þér að gera Þú heldur það bara, þeir koma sem koma Ég og Egil erum mættir Það er alltaf þú myndið þú mæta Egil Sjálfsögðu Hvað er þetta alltaf í Ég bara myndi
Ég myndi cancela öllu sem væri planað Við mætum Mála, ég veit að Egill, hann mætir þannig með bóðið eitthvað. Það ekkert vissum. Þú hafði líka svo mikla áhyggjur, það var svo mikið af fólki. Svo núna þegar þetta ekki mikið af fólki, þá ætlar að hætta við þetta. Þú finnur alltaf einhver ástæðu til að hætta við þetta. Nei, sko, málega það Ég fer að berja þig. Nei, málega það, sko, í gær þá fekk ég allt í einu ping í síma minn að Arnaldur, sonur hans Sveppa hann var eitthvað, beðið hérna, má ég fá leyfi til að fara inn í þessu skjöl og gera hitt og þetta. Hvað hann að beða? Hvernig nennir hann því? Ringdi Sveppa, heyrðu, sonurinn hann vill komast inn í hérna öll sketsaskjölin okkar og eitthvað svona rugl. Þá var hann bara eitthvað, vissi ekki hvað hann var að gera, var eitthvað fikt í tölun hans pappa sér. Þá rætti ég við Sveppa það og Sveppi sagði, ég er off, kemst ekki, get ekki mætt. Ég get ekki haldið ammali Sveppi kemur. Akkur getur það ekki mætt. Hvað er hann að gera hana? Og það fullt Sveppi og Íris náttúrulega með planaðar helgar held ég bara til 2023. Þannig að alltaf einhvern mann halda partí og þau að mæta. Þá varstu í vesenni. Pétur þá halda næst bara þegar það er Big 40 Peter Johannes, hérðu hann mæta? Já, Pési kemur. Hann kemur kannski. Ef það er komið svona fáir, það þurfur bara eitthvað gott út að báða. Nei, já, ég er að djóka. En þú veist, ég hérna, en svona ángríns þá tók ég stöðu á svona 5-6 manns. Bara svona, heyrðu, hvernig væri þú næstu viku að þetta er lítil fyrirvari og fólk það er svolítið erfitt í desember að hendi svona. Ég skal gefa þér það og það er glæð aðeins erfið að halda ammali í des heldur en í júli út af því að fólk er komið í jólastress og COVID-ræðsla fólki að vera í sótkví við jólin og en strákar, ekki láta ykkur bræða ef ég hendi partí og ekki láta ykkur bræða ef ég býð ykkur frekar bara eitthvað og fara eitthvað að borða að gera eitthvað. Þið geta bara gert eitthvað eftir þáttinn. Sko, ég er að fatta það, maður er bara að halda surprise fyrir Steinda sem maður fengi loksins ammali með hún. Nei, ég skilur ekki með þess að ég hefur oft aldrei upp ammali sett síðan við kynst saman. Já, ég veist, þessi stóra ammali var að halda upp á þau, sko. Já, ég er 37 ára. Hvað verður Big 40? Það er 3 ár. Það verður eitthvað að halda upp á það, sko. Já, ég hérna, þú veist það, strákar, ég ætla bara að vera hreinskilin við ykkur. Mér langar bara mest að vera bara einn heima, sko. Mér langar það mest, en ég er að fá pressu frá ykkur og ég er eina til að vera því. Þú getur líka verið á bumbuna heima bara Já, þú getur verið bara heima á bumbunni og samt með ammali. Við hinn bara skemmt okkur. Já, það er alveg að klæða þessu upp. Það er skrítin. Það er mynd og við mökka. Þetta er einn af þessu döðu sem ég fer í heilgala minn, sko. Já, heilgala. Það verður bara í heilgalinn þingunni dag. Hann er rosalegur, sko. Þú átti ammali náttúrulega á 50, þá verður við bara í helgalanum og hefur kósi. Þetta er enda vesen ef hann heldur upp á hvað annað því að sko, nú er hessu einhverþjóðlarnir með óreglu á morgun síðan er ég bara jólahlaðbor föstudaginn 17. með álfuru gamaldags fyllibittum sko. Og það er 17. Eina helgi minn sem var hérna bara Sofi og Die Hard og ger ekki neitt það er 10. og 11. Já, maður hefur að breyta því. Hann er byrjar að lauma því hann ætti ekki að mæta. Já, sko, það verður heldur gott að fá frí hann. En sko, nei, 9. á ammalinu, þá erum við að taka upp blökastið, vídeoþátt, og svo er Rauðin og Klakar kvöldið og það er mikill vinnudag, sko. Já, sko, allir blökastætnir í desember verða í mynd. Já, það verður stemming. Það er rosalega, en veitir hvað, við verðum í tökum á ammalinu mínu. Ég fer fram á það að þið komið mér samt eitthvað óvart og jafnvel komið inn að tertu. Já, ef þú heldur partí, þá ég hitti það á ammalinu mínu. Ég er að fara að eyða ammalsteginu mínu með þér allan daginn. Ef þú vort búin að segja mér að sé ammali daginn eftir. Hvernig köku fílar þú? Hvernig köku fílar? Bara eitthvað svona karmelu köku, held ég. Ég kom með köku. Ég er ekki brauðtertu kall. Karmelu köku, ég þarf að græða í kvöldi. Já, ég held þú ætti frekar bara að spyrja hvað köku fílar þú ekki. Já, þú veist, en svo náttúrulega kökuðið mér að ég var líka til að ég myndi bara koma með keipa bjóra eitthvað. Já, það er hljóðum ekki að þetta. Karmelukaka og bjór. Ég er ekki með mikla væntingar. Þú veist, ég er ekki með mikla kröfur. Ég er ekki kröfumar, það kemur ammali. En talandi COVID og hérna ammali að fólk sé hrætt við að gera eitthvað í desember. Það er engin hrættur í London. Það er ekki talað COVID, það er öllum sama. Það er bara sama með líka Atene og Sviss og eina landi í heiminum sem er obsessed á sér Ísland. Því miður búið við þar. Það er enginn að spá í þessu úti. Það var bara tróðföldu Stamford Bridge og enginn með grímu og allstæðar sem fórum bara þurfa að vera með grímu. Staffið, enginn með grímu, hótelinu, enginn með grímu. Ég og Rakel átt bara 2 með grímu. Ég held að fólk hefði bara horta á okkur bara hvað er það aðeim. Sjá þess að idiots. Það er enginnar. En nýja veiran, er hún ekki að koma að inn með hræðslu? Allavega, nei, fólk virtist ekki til að hrætt við annað, sko. Nei, það er líka að tala um að nýja veiran sé mjög væg. Eins og staðin í dag, þó sko, það er náttúrulega draumur væri ef hún er bara mjög væg að allir myndi bara fá hana og allir myndi enginn lenda á sjúkrahúsi og klára þetta þannig. Það væri draumur. Ég ætla að reyna að fá aldrei veiruna.
Þú farið þess að veira alltaf Nei, ég er búin að fá boosterinn Ég hef mér farið fjórðusbrautuna fyrir Booster En þú veist alveg að boosterinn kemur ekki veg fyrir að fáir hana minnkar líkurnar á því. líkur rosalega Mingar líkur á fáir COVID? Já. Nei, Jú. það hefur aldrei komið fram Víst, það Jú, hefur komið fram minnkar allstað hann sagði það Kongurinn Þórólfur sagði sko að það er eitthvað 12% meiri líkur og smittist ekki og tekur bústir eða bústirinn sko 12% líkur fyrir spilafíkil er mjög góða sko 12% er 12% Já, sko. 12% Ekki verið að gera lítið og Það er sagt 12% 5% það var ég 12% er gott En ég stið sprautuna þriðju af því að þú veist það eru minni líkur að maður bara finnur það bara vantilega ekki fyrir COVID maður fær COVID sko Nei, Svo- nákvæmlega. veistu Það var COVID á heimilinu mínum daginn Já, Það hefði verið fínt að fá það en við hefum ekki drætt það neitt Þú varst bara á hótel allan tíma Já, ég seipaði mér út bara út að ég var ekki mikið í kringum krakkan og var í smitgátt Þú og varst að bölva því að vera ekstra á hóteli síðan Þú fór ég- sendur mynd og varst að borða lamb og drekka rauðin Ákváðastum að vorkjuna þér Gurri heima með bæði börnum Döðvorkjandi til henni sko. það var ekki hægt að vorkenna Þetta allir. neður að vinna hana, það var alveg skellur en það var góða, sko, hún krakki smitaði ekki einn annan á heimilinu Nei, Sem er hvorki hérna- litla nýja hérna Nei, Nei, og sko gert. það var líka hér ægi á heimilinu Hún fekk aldrei að fara á herbygginu með grímu kom alltaf með stofu með grímu Já. fekk ég að snerta neitt Þetta var bara, sko, það var hér ægið En var hérna maturinn sett inn í herbergi til henni bara eins og hún var í fangið Nei, hún kom bara fram með grímuna Já, ok Tilti sig, fekk Það að var taka ekki hana að og rent borða bara undir Flatkaka bara Það fekk nú stól anskotum hafði Síðan var hún bara að taka handalöp einkennalög, sko Þetta COVID býtur ekkert á þess að krakka, sko Nei, það er gott Samtíð, það var einhverju krakkar hafa einhverju, jú, var ekki einhverju krakkar Æ, vá, tölum um eitthvað annað, guðanum Sko, Við erum ótrúið eins og aðri íslíkar sem eru obsessed af COVID og þessu fjölmiðlar Er það ekki- Það er að skeina okkur Við veit að við ætlum að vera lung og En hægt ég getur byrjað náttúrulega bara að hætta að tala um þetta og þá kannski vonandi En erum við ekki- peka aðri fjölmiðlar það upp Við erum stór partur af vandra af vesinu Já, basically, sko Já, við ætlum að hætta að tala um COVID Við ætlum að tala um hvað við erum með geggjaðan þátt í dag Það er nýr dagskrárliður sem að lítur dagsins ljós og það er kleði og við Steindi fórum hvernig var ég útskýrð við áttum báður að ringja bara eitthvað át í bæ og segja ógeðslega leiðilega sögur láta eins og við þekktum fólki og við máttum ekki hætta að segja söguna Yes. og ég allavega Þetta hljómar sem gott comedy Já, þetta var sem það var helviti fyndið Það var drefleðileg saga Já, það var báðar ómerkilegt, tvær. mjög ómerkilegt Og svo var hérna konan sem Steindi hringdi að hann var alltaf, þú þekkir nú hérna Smára mig, nei ég þekkir ekki neitt, ég veit ekki Svo er þekkir ekki þar á sínust að Karoki þarf að taka pásu því að GTRN, við erum alltaf lendi veikindum það átt að vera GTRN á móti Bríeti Já, þetta er agalegt GTRN greiði veik og við sendum batakveðir á hana Við höldum bara áfram í næstu viku Já, að reyna og hérna en sko svo ætlaði Mána komin Já, Þorkell Máni, hann var að gefa út nýja bók sem er svona sjálfshjálpa bók fyrir aumingja Já, Það er Það sem kannski að ræða þess hérna vel við hæfum komið til okkar 3 aumingjar Svo vísveitandi var ekki búin að kynna mér hana mjög mikið til að geta spurt hann nákvæmlega hvað er fættið í þessar bók Mér langar að lesa hana, ég ætla að lesa hana, ég les nú ekki mikið við fáum hann til að útskýra fyrir okkur Gott að vera ekki auðmiki, sko Já. Þannig að maður þarf að hafa þetta á hreinu Spurningkeppni kynst annars, hún á sínust að Já, sko, þegar ég vaknaði í morgun Já, og klokka hvað var það? það var klukkan 6 ég labbaði svona inn í bíl, kannski 06:12 Já, þá stóð -9 já viðbjör -9 þarna og þá hugsaði ég, ok I'm out of here, hugsaði ég og þá fór ég að hugsa, hörðu hvor eitthvað verið betri að flytja bara til tenni Já, bara eiga heima bara, sko, ég tala bara að taka bara svala á þetta sell all your shit farnir Okay, ég er ekki að tala um bara frí, bara flytja og ég held að fyrir mig hver er svona myndi höndla það betur og hver er líklari og það er keppninda Hvað er það? King of living on King of tenni? moving Já, ok. permanently to tenni og það er -9 í morgun Akkur er Þannig að, þangað af öllu og það er sól allan á þessi ring asshole Það er allstað hvað er þetta að vera, þú veist, það er ekki allstaðar En ég tek á ofan fyrir fólki sem gerir þetta sko Þú Já, veist, sem bara- svali Já, það hafa með grislinga og allt sem er bara að hugsa grislingarnir í skóla hér eða vini hér Já, en hann gaf zero fucks, Þetta- pakka öll og fór þetta er ekki eins flókið og fólk heldur, held ég Herru, það var sami kvöldið á mér í morgun Ég reyndar að fór ekki að stakla klokkan 6 já, kallt, sant Já, en veistu hvað ég lenti í morgun? Ég svínaði og þetta var hérna, ég var í sko órétti Já. Ég svínaði og orðið á bíl hann var rauði ljósi, fór fyrir hann ok, og ég reyndi að gera svona eitthvað að veifa og bara fyrirgeðu eitthvað Já. og svo fannst mér bílinn að elda mig þannig ég held áfram að keyra heil lengi því ég ætlaði ekki að stoppa og svo loksins þegar ég tók eitthvað skrítna hægri beigð þá fór bílinn, hann var búin að elda mig í svona 3-4 mínútur Heldur hann að alltaf að berja þig? Nei, en ég nefndi ekki bara að konfronta hann því ég hef hugsað stundum sko, þegar fólk hleypir mér ekki í umferðinni þá hefur mér langað til að elda bílinn og bara þar til hann stoppa og spyrja bara hvað er að þér
Hvað hleypurum þér ekki? Þessu verið vel reiður hann í bílum sko. Það er rosa, sko, hann hefur greinilega verið að elda í smásnið svo bara fuck it, það er bara Nefn hann að við verið að fara akkurat sömulega Já, sko, málega er að ég hugsa bara, ok, djöfusins fáiti var að svína þetta á mig sér ötti fokk Nei, hann sá það ekki Já, og svo hann hann ekki stoppa bílinn Já, sá það og hann hugsaði, veist það, ég ætla að berja hann mann Já, ég er ekki bara að blöðar hann Svína á með það Ég sem ætla að kýla blöðar og svo hann keirir hann eftir í 4 mínútur og segja, æ, ég nenni sig ekki Ef hann er að hlusta þá hefði ég ekki stoppað bílinn fyrir nýrið bensinus ég ætlaði ekki að konfronta mann Var þetta stór maður? Ég sá það ekki alveg, ég er nefnilega ekki viss hann að sé mig sko. Þú veist, myndur þú segja þetta væri svona þú horfður á hann, þá hugsaður þessi maður getur tuska mig til Nei, þetta gerist svo hratt, ég veit ég að þið sé betur fram að því sko. En ég reyndi að veifa, ég vissi að ég var að skýta á mig sko. Ég var ekkert annað sem ég gæti gert Nei, þetta er Hann er ekki séð veifið sko Nei, Hann er ekki séð veifið og hugsaði svo að var að gefa honum puttan Það var ekstra reiður þá sko Það var nælt með meir í 4 mínútur Ég lendi í öðru sér vesinni í morgun Já, þegar ég var að fara á stað þá, sko, þegar ég var ekki komin á neld dekk ég var að fóru með bílinn í dag sko Já, þú komst ekki í brekku Nei, ég komst ekki í brekku Þú veist ekki á jeppa Nei, þú veist Snartar hann? Já, ég var að snartar hann Ekki rauða ógiðin hana Nei, ég seldi hann fyrir 6 árum Já, veist, það er ótrúlega að selta hann sko Rauðabílinn? Já. Hann geggjaður Jú, allir skýttu leiður í honum Hann mátti reiki í honum En maður settist í hann, þá var maður fastur í honum sko Já, hann var mjög þægilegu bíl Og snartar hann okkur ömulugum dekkjum Já, ég bakkaði út og bara úr innkeyslunni og ætlaði að keyra á stað og gat ekki keyrt á stað Hann bara var fastur Ég hraði beintur utan húsi Ég gat ekki komst, þú veist, ég þurfti að fá lið til að hjálpa mér að íta mér að stað sko. En svona er þetta. Kjöppi, þetta verður þig Við byrjum þetta á King Bubba Held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum hér í þrjusu gýr drengirnir styttist í þekkið ekki Þorkell Máni, rithöfundur ég veit ekki að ég ætla að byrja að kalla sér rithöfund Já, við kallum að rithöfund Já, leið og gefur út bók þá breytur þú Instagramunni að stendur Rider fram að nafnið þetta Alltaf. og þú veist, þetta er bara hann er bara rithöfundur þetta Það er bara þannig Áður fyrir þetta allt sem hann ætlu við í slúður hér í FM 95 blöð Herru, þú lofaði nú íslensku slúðri það hefur ekkert Var það í dag? ekkert bólað Nei, jú, þú sagði bara svona 2 vikur síðan Komdu með það við tækifæri Það er ekki með bara næstu viku Jú, inboxið er fullt Herru, þið verðið mjög sáttið með fyrsta slúðupakkan Nicolas Cage er að fara að leika Dracula Put the bunny back in the box Já, þetta Hann er ekki geggjaður Dracula hann lítur út sem Dracula Já, þetta er fyrsta stóra stúdíómyndina í langan tíma Nú veist, við erum bara svona í einhverjum artimyndum Ég held að hann hefði bara verið í Hann leikur í öllu sko Já, Pig var geggjuð Já, reyndar En hann er búin Ég að sá leika ekki Pig en það er á to-do-listanum Já, þú veist, hún er mjög skemmtileg En hann er búin að leika í mjög miklu prömpu líka hann tók Con Air sko Tekur Ekki gleyma næstu því. allt assi sko En hann er, ég sá einhverja greinum daginn Hann er einn af þessum leikur sem að fólk fyrirgifur Það er eitthvað, Adnan Sandler og fleiri Ég sá eitthvað svona lista sem hefur fannst Og endalega sénsa Já, af því að þú ert með einhvað gúttvilja á fólki Það er alveg sama hvað þú leikur í mikið rusli Fólk er alltaf tilbúið fyrirgefni Já, hann er aldrei, Nicolas Cage er aldrei game over sko. Það getur ekki 20 slaka myndir í röð Svo kemur einn Já, góð og sér tekur hann bara Dracula og pakkar hann saman Hann er samt búin að leiki myndu sem að fara á Þú veist, er að fara á bara geðegar hátíðir Ég er náttúrulega Nicolas Cage hefur unni Óskarsvölun sko. Já Já, ég meina þú, Leaving Las Vegas. þegar átti Rock, Face Off og Con Air Það skiptir ekki máli hvað drullar mikið á þetta það Það er saman sem Adam Sandler, hann á hann náttúrulega Billy Madison og Happy Gilmore og fleiri Já, Waterboy sko máli Svo er átti að hann þetta geggjaða myndin daginn, James En máli er að Adam Já, Sandler spilaðu vikla myndir Já, Hann var rosa. góð fíkil Já, Uncut James var mjög, hún var Uncut geggjuð James. og hann er geggjarinn En máli er að þú veist líka Adam Sandler og þetta Happy Madison framstýrfyrirtæki Það dæli bara út myndum og Netflix Þú veist, þetta er alltaf vinsastu myndar á Netflix Já, sem Þannig að þú veist, ótrúlegt. auðvitað kemst hann upp í hvað sem er Hann bara sama hvað hann gerir Það er bara, þú veist, hann er að gera alltaf myndir fyrir krakka, sko Já, ég sá Rikka, vorum að ferðast Bandaríkin þá sá ég Rikka sitja í bíl með headphone grenjur hlátur yfir einni svona Þannig að það er alveg til markaði fyrir þetta Já, það er einn og einn fullorðinn sem kveikir á því. Ég er ekki að kynna Hann satt og hann bara vældi úr hlátri Já. Ég bara, hvað ertu að horfa á? Nýjast Adam Sandler myndin á Netflix Ég bara, guð mig góður Rikki kóngurinn sko Já, Rikki er kóngurinn Ég bara trúði ekki að vera hægt að læra Því að mér finnst það svo lélegar þó ég elski Sandlerinn Já, sko. þessar gömlur er alltaf geggjaðar, sko Já, og Já, Sandler ná einu og eina slaka svona einu á milli sko Já, miklu meira slakar núna heldur en góðar sko, að vera með hreinskilni En það er gaman að sjá að Nicolas Cage er að fara í eitthvað alvöru mynd og þetta er góðu leikstjóri Já, þetta er bara er stór Það er mynd.
ekki slúið sér gleðum með meira en í langa tíma þetta hjá þér. Já, þetta er mjög gott sko. Já, þeir eru ofta að biðja slúður og honum. Svo sko, munið þegar Hjöppi kom til okkur í afmælistáttin. Já. Og við sátum hérna á Gúlíakan og vorum fá okkur að borða fyrir þátt. Þá var hann að tala og það eru konar 2 vikur síðan, hvað hann var orðin ógeðslega þreyttur á Will Smith og Jada Pinkett Smith og allt þetta umtal kynlíf þeirra. Nú það, ég vissi ekkert hvað hann var að tala það. Ég var búin að sjá allt sem hann, ég veit ekki eitthvað þetta var fram með ykkur. Þetta er eina sem ég sé fólk í fjölmiðlum. Því að núna það eru allir búin að gefast upp. Núna getur ekki farið inn á neina slúðsíðu á þess að það er eitthvað fólk að koma bara komið nóg að þessu og vera að skora á fjölmiðla hætta skrifin kynlíf þeirra og núna er þetta út allt sko. Hvað var málið með kynlíf þeirra? Þau eru bara alltaf í einhverjum viðtölum og er ég er búin að sjá okkur 4-5 viðtölu það sem við talum þetta, einhverjum spjalláttum í USA og eitthvað og þetta er það einhvern ómerkilegt samt að ég get ekki sagt hvað fokkið voru að tala. Nei, þetta er eitthvað, þau eru voða mikið eitthvað að opna sig og þetta er stór furðulegt. Er þetta bara eitthvað, þú veist, við erum hérna ennþá bara virk í svefnherberginu umræða, er þetta eitthvað meira? Þetta er bara ekkert eðlilega leðilegt sko. Ég skil þetta. En sko, hérna, svo núna, sjáu þið, hérna var ég að lesa þessa grein að það er allir konum með nóg á þessu. Þá kemur, sjá einnig, Will Smith viðurkennir hann og Jada séu opnið sambandi. Sjá einnig, Jada Pinkett Smith opna sig kynlíf hennar og Will Smith. Sjá einnig, ekkert láta kynlífsjátningu Will Smith og haldaðandur. Sjá einnig, ég ætla að fullnægja henni að deyja við að reyna að segja Will Smith. Þetta er helviti mikið að greinu. Já, ok. Hvað, byrju, villarinn, akkur er hann eitthvað? Nú þarf hann bara að slaka á og fara að taka Independence Day 2 og þú veist, fara að gera eitthvað að viti. Ég er bara að fara að ræða eitthvað annað. Það er rosa skrítið, til dæmis við værum alltaf að ræða. Það var að koma ykkur stórmynd með honum núna. Hún er náttúrulega fræg líka, kannski munun. Það var ekki að koma ykkur stórmynd með honum? Með Will Smith. Tennismyndin? Jú, herru, ég fór á hana. Hérna, King Richard. Sönn saga, hérna pappa King Richard? Já, hérna sönn saga Serenu, pappa Serenu og hérna Venus Williams. Geggjumynd, ég mæli með henni. Ógeðslega. Ég er búin að heyra það henni. Og hann er mjög góður í henni, þannig að hætta þessu. Hafið þið hort á Squid Game? Nei, ég er búin að búin með 2 Ég hef aldrei byrjað á þessum. Ég var að horfa á, hérna, ég fór að horfa fótbollleik með Horny Ted og hérna og hann alltaf elskar Horny Ted, það er Jón Gunnar Gildan. Já, og hann elskar, þú veist, þætti og bíómyndir og hann sagði, þú maður Squid Game og ég bara, nei, ég hef ekki bara, ég las ykkur að grein og að táningar var að missa sig ykkur, þetta er bara ykkur, 12 ára krakkar fíla þetta og þetta er ykkur öglaður, minnst þetta sér ég heimi tattur ennslá henni, tók hérna Þetta er vinsælasta sér. Já, hörðu, tók fyrsta þátt, I love that shit, ég get ekki betra að fara nummer 2. Ertu bara búin með 1 þátt? Já, þú var fyrsta? Já, ok. Það er skemmtilega ruglað, það er komin einhvern leik og drepinn og það er gaman að þessu. Þannig að maður á að taka þetta? 100%. Já, maður á að tjekka þessu. Þú veist, þetta eru vinsælustu þættir bara í heimi. Já, skott konstið í fyrsta þetta, við erum búin að sjá að taka fyrsta það. Já, ég veit hvað þetta er svona fullotnin í bandaríkjum. Já, sem bara ekki svo mikið, ég ætla að horfa á þetta. Og skemmtir og leikarinn, aðleikarinn. Já, bara dimmalim og stórfiskaleikir og þú veist ekki þeir en skilur svipaðir. Svo er síðasti mólinn hérna í slúðrunum, það er af Kanye West eins og hann kallaði sig áður. Já, hann er búinn að eyða út öllu myndfæslum á Instagram-reikningu hann er ennþá virkur en hann er bara búinn að henda öll. Hann er ekkert eðlilega tæpur. Nei, herðu, veistu hvað var hann? Hann er ekki bara að slaka það sáðu. Hann var að bara dælin myndum af sér og Kim Kardashian og segja að þau myndi koma aftur saman og hann saknaði hann eitthvað, hún náttúrulega í sambandi með öðrum gaur, þannig ég held að kannski einhver bara félagi hans bankaði í hann og sagt, herðu, sleppa þessu bara. Sleppta posta þessu. Og þá bara hreinsaði hann allt, held ég. Hann hendan bara öll út. Ég held að segja betri stað eftir það sko. Já, ég vona það. Erum við ekki alveg tím Kanye? Ég er enda tím Kim líka. Ég dyrkan alltaf ógeðslega gaman, bara ég með svo gaman að hlusta á hann sko. Og svo er í lokin Lindsay Lohan trúlofuð. Hún er byrjað að leika aftur og sko, þetta gleður mig. Það er hún að comeback líka? Já, það vona ég. Því að hún hefur ekki gert neitt lengi en hún er núna að leika í einhverju bíómynd og hún er bara hamingsum. Bara ekki væntuð að segja það. Var þetta ekki bara frábært slúður? Það var jákvæmt. Kate Dracula, Kanye er á tölvöld betri stað. Lindsay Lohan og Nicolas Cage sko, það verður líki betra. Hvað er ekki að garta þessu? Nei, og það er bara villarinn kannski. Meira þessu. Við skuldum auglýsingar og höldum svo áfram. Hlátur
Milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Já, það komið að hennum virta dagskrárlið þekki eða ekki. Og já, ég held að flestir okkar hlustendum séu nú farnir að kannast við þennan lið. Já. Ég spyr drengina 4 spurningar, þeir svara og svo eiga að giska hjá hvorum öðrum. Þetta getur verið helvíti erfitt oft sko. Já, samt múin að vera þægilegt hjá mér upp á sigast og ég get staðfist að það eru þægilegar í dag. Ok. Það var nokkuð þægilegar, þannig að ég ætla að setja lagið hérna undir og sé að Jón Jónsson og GTRN sem að átt að keppi karaoke í dag, komst ekki veik. Eru þið ready? Já, svona eins ready og hægt Það er þessi dagskóliðurinn í þessum þætti. Mitt faglega mat. Ekkert svo erfiður finnst mér. Ég veist það, ég líka bara spyrir. Ég fannst það ógeðslega erfiður þegar ég hendi þér einu daginn. Já, reyndar, það getur verið erfitt að svara. En sko, ég er ekki að rekka ykkur neitt núna. Þetta lagt þægilega spurningar. Þannig að hvort ekki vil fara út á undan? Ég skal fara. Já, varst ekki eitthvað hvert á þér að fara á salernið? Þú mátti samt ekki rólengi. Nei, já. Nei. Þetta fara á salernið eða? Nei. Ok. Hvað ætlar að gera? Ég ætla bara að hanga þetta fyrir utan að bíða. Ok, Steindi fyrir út. Þannig að það eru við Egill sem sittum hérna eftir Egill, erst þú tilbúin? Já, svona. Manstu, þú vann síðast. Já, ég vann síðast. Fyrsta skipti sko. Var það fyrsta skipti? Ég held það sko, ég er underdog sko. Já, en manstu hvað þið fannst það góð tilfinning? Já, það var ekkert eðla, ég held ég ætla að vinna þetta aftur. Já, þannig að vandaði þig og svaraði hreinskilsina. Tilbúin? Ef þú yrðir að fara lítið aðgerð, hvaða lítið aðgerð myndir þú fara í? Ok. Fyrsta spurning, hefur þið farið í lítið aðgerð? Nei. Ég ekki fara lítið aðgerð. Nei. Sko, ég myndi ekki þóra að fara í andlitið. Ok. Því að þú veist, það klikkar oft. En bara svona okkur á milli, ef þú yrðir að fara í andlitið, hvað færur í? Þú veist, segjum að þú varir örugur að myndi hvað er minnsta líkur á að þú veist Nei, ég er að segja að þú örugur að heppnist fullkomlega. En er það samt, þú veist shit, sko ég bara Þú stakkaði varirnar. Hvað er svona í bóði fyrir okkur kallmennu? Hvað er svona vinsalegt svona Þú gæti tekið nefið að þeirra, setja hans í rökkurnar. En hvað, þú myndir sjá með alltaf með eitthvað nýtt nef Hvernig ertu? Hvað er gæst með nefið það? Þú þyrftir ekki nýtt nef. Þú var kannski aðeins búin að láta krubliði. En þú veist, þetta botox-röst sem allir er í telur það með eða það, þú veist Já. Það er ekki bara, botox, það lítið að gera Nei, er það kannski ekki lítið að gera. Virkar það ekki bara tímabundið? Þú veist, aftur Já, það var allir einfalt og þá var þetta ekki permanent, sko. Já, þannig að það að segja botox eða? Sko, ég væri til, sko, hreinskili svar væri að þú veist, ég myndi aldrei fara, held ég ekki í neina. Nei, en ég segi þú en má ef ég þyrfti að fara í, ég þarf að velja eitthvað mætti ég segja, ef ég er að vera sköldóttur þá myndi ég verja hárigræslu? Nei, því þú þarft það ekki. Ok, en ef þú með hár? Já. Þetta er basically hvað myndur þú fara í? Þú myndur ekki fara í hárigræslu því að þú ert með nóga hári. Nei, bara ef hárið myndi fara, þá myndi Já, þú er alveg útskýrt það fyrir mig nokkur sinnum í þessi 10 ára. Þú ringa nákvæmlega að sköldóttur. Ég er að spá, sko, bótos út af það fer eða hliðaspikki út af það sést ekkert. Þú veist, bara svona taka ykkur nokkuð gröma fitu þar eða eitthvað. Hvað erstu með eitthvað hliðaspikk? Nei, það er allir með smá hliðaspikk. Það er bara, ég hef eitthvað svo, hvað sést ekki? Því að, þú veist, hefur séð þegar sástu Simon daginn? Já, þú mátt ekki gleyma samt þetta er heppnast hjá fullt af fólki. Já, það er enda góð punktur og maður kannski tekur í gettið þar. Nei, það er akkurat máli. Ok, en ég þarf svara. Botox. Já, gerum það bara. Botox. Hann er aldrei ekki sko það að Steindur, sko. Jú, ég hef þetta sé svona algengast. Hvað hræðustu mest? Sko, ég myndi segja kóngulær eða geitunga eða hrossaflugur. Ekki hrossaflugur. Jú, ég er lafræddur hrossaflugur. Sko, ég sé ekki það fljúa bara eitthvað og sjá ekki neitt og Já, það gera þær ekkert. Hinn, sko, geitungur stingu það allavega. Já, þetta er svo fljúandi kóngulú. Ég panika þegar einn kemur inn það var bara ég hleypi burt. Þú ert eins og fyllin. Þú ert svona voða stór og mikil, þú ertu skítræddur. Ég neða kemur sko tígristirinn, ég myndi bara kveikja með henni síku og þá sko. En þegar kemur hrossafluga, ég panika. Ok, en hvað er svarið þitt? Sko ég er kónguló, ég er líklega, sko ég hrættari við geitunga og hrossaflugur en kóngular. Ok, þá ætla ég að segja geitungur. Nei, þú ætti ekki að viðurkenna þetta bara upp á þetta. Jú, akkurat. Þú ætti að skammast þín fyrir þetta. Hrættur hrossaflug. Þetta er rugglar. Ég er þessu fljúandi kónguló. Ok, geitungur, ég geði það, ég er hrættur við geitunga. Hvar liggur þín helsta fíkn? Sko Ég held að Mást náttúrulega að fá þér einn Ég er með ískaldan tóbólk núna, sko. Maður varst að gefa mér eitthvað merki. Ég held að það sé
Ég er auðvitað koffínfíkill. Koffín? Og þegar þegar ég vakna á þegar ég fyrir að sofa á kvöldin, þá er ég að hugsa bollan sem ég tek 6 morgunin, ég hugsa hann í hillingum. Okay. Þegar ég komin á kottnar, bara djúið að vatni fyrir málið. Ég drekk ekki kaffi. Alveg brakandi feskan, svo fer ég niður vinnu, fæ mér 200 mg af ripper og þú veist, ég elska koffi. Já, þannig að Mér er koffínfíkill. Koffínfíkill, gott svar. Ég er að fíla það út reynskilunina. Og svo er það síðasta. Með hverjum heldur mest í lífinu? Þú mátt bara segja eitt nafn. Það er alveg sko ég bara, einhver manneska sem ég held með mest í lífinu. Já. Sko þá er ég alltaf að hugsa ég elska að peppa the underdog sem hún að rífa sér vel í gang og, þú veist, og er á rosalega ferð bara í gegnum lífið og ég segi Richard því að sko ég þekki enga náttúrulega sem er ótrúlega sögu eins og hann. Já, ok. Þú veist, manstu þegar hann var í rúmfattalaðunum hann alveg allt og brútt með svona stíf gela hári, allt greitt Ég held að maður segja, hann að krakkin eða eitthvað, eða konaðin hann var eins og Jersey Shore hérna gæðin, nákvæmlega og síðan spólu við nokkur ára frá með tíman og hann er, þú veist, allir dagarnir sem byrjar á að skvassa við Blöð og Johnson og svo er hann bókaður allar helgar í veistlustjórnum þannig ekki veistlustjóri, þá er hann DJ og svo er hann besti lýsari landsins og getur ekki mála hvað lýsa körfubolta eða fótbolta og ofan á það hann dagskostjóri F957 og sko hlutabréfin af Richard hafa aldrei verið hærri og það er ekkert að hægjast á hann að ég peppa Richard. Ok, nú heldur mest með honum í línu, reykja ekki. Herru, þá máttu fara fram og Steindi, gefa honum þetta merkið, kemur Steinþór labbandi inn. Herru, hann var hreinskilinn í dag. Sælir. Já, ég ætla að vinna þetta aftur. Hann vann náttúrulega síðast. Einmitt. Nú er hann komið með, sko, Já, vel gert. komið með vinningsbragðið. Já. Erst þú ready? Já, ég er ready. Það ekki? Jú. Sko, hann vildi meina þetta bara verið þægilegt. Ok. Hann alltaf kvartaði ekkert og var bara nokkuð snöggur að svara. Ok. Erstu ready? Já, ég er klár. Já, hvaða lýtaaðgerð myndur þú fara í ef þú yrðir að fara lýtaaðgerð? Líðaðgerð. Lýtaaðgerð. Hefur þið farið í lýtaaðgerð? Nei, ég hef aldrei farið. Líðaðgerð. Það bara líktu bara á mig. Fyrst eins og ég sé eins og plast í framan eða? Nei, sko, best heppnu aðgerðinu þær sem að sjást ekki. Já, en þá var ég nú aðeins færri rökur held ég. Já, þú væri samt af öllum mínum vinnum, þá væri þú líklegastur. Er það? Já. Ég hef ekkert á mótið þeim. Nei, ekki heldur. Ég myndi líta aðgerð. Ég myndi láta fjarlæga rökur. Fjarlæga rökur. Er það ekki? Botox það bara. Ég veit ekki, bara það sem var fjarlæga rökur. Já, þú veist bara svona. Já, þú veist, bara laga mér andlitið. Já, þannig að hvað, bara lagaðar andlitið? Þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta heitir allt. Bara svona andlitslifting. Já, ok, bara andlitslifting, það er mjög gott svar, það er lítið að gera. Já, ég meina þú veist. Hvað finnst þér svona rökkurna að vera að stríða mest? Nei, ég veit það ekki, þú veist, ég er með rökkur, ég er náttúrulega, það er sko, ég er oft með baugu. Já. Því að það er ættgengt. Ef ég segjum ég fara að sofa klukkan 8 á hverju kvöldi, en eitt kvöld myndi ég vaka til 2 um nóttina. Það er fyrir komið böð. Það er bara ættgengt sko. Já, þetta er í ættinni. Þá er það næsta, hvað hræðustu mest? Dauðan. Dauðan? Já, ég finnst að ég held alltaf blöð ég sé að deyja sko. Og það er óþægileg tilfinning sko. Það eru fleiri í kringum sko. Já, ég er sko, þú veist, ég er bara, ég segi við Sigrunu eiginlega bara 2-3 viku að þetta sé svona örgulega síðast ári mitt sko. Svo þar ég bara kveðja og sko ég er þú ert flugrætur. Þannig er það bara. Þú ert bara lífsrætur. Við þurfum bara að taka þá kassan ást í mínu. Ég og nú ekki mikið eftir. Mér finnst alltaf sko, hérna pabbi minn er líka svona sko. Við höldum alltaf við sem pabbi minn sættu við allt. Þá er það þriðja. Hvar liggur þín helsta fíkn? Nikotíni. Nikotín? Já, ég er rosalega mikill nikotínfíkill og það verður bara, ég verður bara að heiðalega með það. Já, þá er það fjórða og síðasta. Með hverjum heldur þú mest í lífinu? Mátt bara nefna eitt nafn. Bara nefna eitt nafn, gerir þetta svolítið erfitt. Akkurat. Ég vil segja mömmunni. Mömmuðinni? Já, og ég verður að fá að útskýra þetta sko. Þetta er bara fallegt svar. Nei, ég er að segja því að þú veist, ég held þetta líka með pappa mínu sko. Já. En málið er að við erum rosalega svona gölluð í fjölskyldinu sko. Já, það er allir minn gallaði sko. En hún einhvern veginn svona ekki. Nei. Þannig að ég verði að halda með henni
bara fyrir að hafa verið þarna allan tíma. Ef ég hef verið hún, ég hef verið löngu búin að lappa í burtu frá þessu. Þú veist ekki hvernig þetta er blöð, bara að það er matabóð. Það er allir í tómu rugli sko. Nema mamma þín. Nema mamma sko, hún er svona, ég myndi segja hún væri svona lang heilbrugðust á okkur. Bara halda utan um og þetta. ég svona held bara með henni að vera bara svona áfram til staðar. Okay. Því að þú veist ekki hvernig þetta er sko, þú veist það er bara ég er náttúrulega hitt pappa en ég dyrka hann. Já, þú veist alveg að það er allir með bullandi ADHD og einhverju með OCD og það er allir lappandi í ringi og gerandi eitthvað og allt í rugli og hún svona að reyna að kontróla. Ok, herru, Egill. Var þetta ekki bara hérna snöggur? Já, þetta bara gekk mjög vel hjá okkur báðum fjóru. Báðum frekar snöggir og hreinskilni, þannig ég er ánægð með þessa keppni. Það þarf að setja hérna upp og þá ætla ég að byrja á að spyrja þig, Steindi. Já. Ég spurði Egill ef hann er að fara lítið aðgerð, hvað lítið aðgerð myndi hann fara í? Hvað heldur hann að svara? Ég myndi segja að hann myndi fara og láta stækka sér rassinn. Stækka sér rassinn? Ég er alltaf stórt raskat sko. Ég stríða það mikið á því reglulega sko. Æ, sem var í tískuminni bara daginn. Já, er það ekki meira hjá konum heldur en kall? Já, hvað heitir þetta maður? Raskat með þeir eru stórt, þá er stækkað það meira. Nei, ég held bara að myndir segja það. Nei, Botox. Ég vel eitthvað sem myndi, þú veist, ekki vera permanent og myndi fara. Hann er hrættur lítið aðgerðir. Þú veist að þú farið Botox nokkur sinnum, ég held að það far, þú veist, ég held að það koma alltaf, veitir hvað, ég held að það koma alltaf miklu verð tilbaka, það er máli. Já, þú þarft að viðhalda þessu sko. Ég spurði Steinda Egill hvaða lítið aðgerð myndi Steindi fara í? Sko, það er bara, það er ekki sko. Það er ekki komið lista sko. Nei, ég bara er að reyna að fá punkt núna sko. Sko, ég held, þú getur fimmbusaðan svo mjöðmyndar sko, og kviðinn. Getur aðeins mögulega sóið aðeins þar út sko. Býtu, já ég er listi komin. Nei, síðan er ég að hugsa hvort það ekki verið nefið eða eyrun sko. Hvað er að þeim? Er ég heitur það? Hvað er að eyrun? Hvað er að eyrun? Ég er reynda með smá útstæðiru. Er þetta að tala um það? Ekkert smá útstæður sko, það er heilt útstæður sko. En ég er alltaf fyrir mig hvort að ég myndur alltaf laga, myndur reyna að standa í því sko. Nei, ég er böggar mér neitt. Það er að gerast þetta. Sko ég myndur alltaf sjúa kviðfjötun af sér. Nei, andlitslifting. Andlitslifting? Það er bara fram og þú sagðir. Já. Bara Botox. Sko þetta er samt meira, ég held að sko það sem þú ert að tala um er alvöru lítið aðgerð. Já, bara nýður. Hvað er gert þegar að fara andlitsliftingu? Þú mætti alveg að lift svona andlitinu þannig að hlökkurna fara í það. Þá er hann skorinn sko. Góða punktur sko. Það er 0-0. Ég spurði Steinda hvað hann hræðist mest, Egill, hvað heldur hann að sagt? Það er ekki hrættuð mikið sko. Nei, Hann er eiginlega fearless. Nei, ég er eiginlega hrættur allt eitt sko. Ég held að segja að sé lafrættur að Skylagoon hætti með blöðurkostin. Svaraði alvöru. Varum við ekki að tala um á hann að hann ætlaði að keppa þetta í dag? Nei, það er hræðilegu dagur sko. Já, Skylagoon myndi hætta með hvað? Hvað er alvöru svar? Það er ætlum að vera að bera á hann. Er það hræðilegu? Já, veistu hvað? Það er óslega aðstæðilegt að hann. Já, það er fárlegt. Þú veist alveg að svara þig. Nei, ok, þannig ég hef ekki að hugsa það. Ok, hann er loftrættur. Loftrættur, hann er það reyndar. En hann hræðist ekki mest, hann hræðist mest dauðan. Já, hann er ekkert eðla hrættu við dauðan. Já, ég er mjög lífsrættur. Hann heldur alltaf að hann fari smá kvef, hann sé að deyja sko. Já. Anskotan á því að vita þetta. Það farið svo 600 COVID-test. Eðla hægur. Ég er mjög hrættur við það. Já, þú helst ekki að það væri eitthvað Skylagoon. Nei, þú reyndar aðsteldi bara reyna að vera fyndin. Steindi, hvað sagði Egill? Hvað hann hrættastu við? Egill hrættastu við að það voru skítir að hann, það mátt ekki komast yfir sko. Ég myndi segja að hann væri hrættastu við að tapa peningunum sínum. Hann er í áhættu fjárfæsningu. Það eru geitungar og hrossaflugur. Alveg á réttri leið þarna. Geitungar og hrossaflugur. Hvernig átti ég að vita þetta? Hvernig er hægt að giska á þetta? Manstu þau vorum að fyrir utan Cocksucking Joe, vorum að geitungarna voru fyrir utan. Já, hann er mjög hrættur við geitunga. Ég gæti ekki verið þetta. Hvernig á ég að geta að giska á það? Fullorður maður sem hrættastur í heimi við geitunga. Já, hvað var hrossaflugur? Ég sagði dauðan sko. Dauðin versus hrossafluga. Hrossafluga, hún er ekki sem tenn. Ég leiður hún ekki sem ekki með sting. Nei, en hefur þú séð hvernig að fljúa? Hún er ekki með brott. Já, ég veit það. Sko, ég leiður hún ekki að hann var hrossaflugun en ég gaf hann ekki geitungar. Þú hefði ekkert ekki skáð það. Hrossaflugun, ekkert, ég með skam. Ég reyna að leiða. Þú hættu við dauðan sko. Já, ég er ekki hættu við hrossaflugur, ég er hættu við dauðan. Hvað er helsta fíknin hans Steinda, Egill?
Ég held að getum gefið okkur þetta svar Hvað er hann fíkill? Ég potið, ég veit sko, ég er með nokkuð svör. Ég veit ég ekki með upptalningu, en ég veit ég er með eitthvað að þessu er rétt sko. Þannig fíkill í óhollamat og hann er spilafíkill og hann er fíkill í áfengi og hann er alltaf háður tölvuleikjum og svo hann er kynlífsfíkill. Og annað, er ekki rétt, ég er með þetta annað, ekki? Ég þarf bara að pick the right one. Ég er bara, þú veist, segðu bara eitthvað. Þú þarft ekki alltaf að koma með list. Ég var 60 minnum daginn og var að tala svona menn sem er háður töluleikjum. Það er bara real shit. Menn lokka sig út af the real world og fara inn í hann heim og það hittaði landaköss og spjalla af hann sem eitthvað dvergur út í skói. Ég er ekki að leika dverg út í skói. Þetta málið, þú ert ekkert svo, þú ert ekki hann háður þessu mansvest til dæmis. Nei. Ég þarf svar. Sko, þú ert svona recreational gambler, gamla aldrei húsinu frá þér. Elskar óvallan mat. Ég segi kynlífið. Nei, það var nikotín. Nikotín? Anskotin, ég eina sem ég glemdi. Hvað meina? Þetta, ég er léttilega ekki að svara þessu. Ég glemdi þessu bara. Og hvað heldur að Steindi sig kynlífsfíkill? Nei, ekki kynlífsfíkill. Hann bara elskar að fá bak. Það er ekki eitthvað, ég segi þessu fíkill, sko. Djöfull á, það maður að setja út. Hver er helsta fíknans Egils, Steindi? Það ætla að segja kynlíf. Nei, Sama. það var koffín. Ég er háður koffín. Koffínfíkill. Því miður. Já, alveg saman. Þú veist að hefna þig bara. 0-0. Já, Steindi, ég spurði Egil með hverjum heldur mest í lífinu. Hvað heldur hann að svara? Betur fyrir því alveg 0-0. Þetta voru ekki, það er það spurning. Nei, ég er að fara að taka þetta 1-0. Já, sko, ok. Ég er að fara 100% að taka þetta 1-0. Með hverjum heldur hann mest í lífinu? Já. Við erum að tala um að þetta er manneskja sem hann heldur mest með Þetta er eitthvað sem er með algjörlega inni Það má ekki segja neitt. Já, ok, þú gæst með góða vísbendingu. Já, veit ég talaði með hann kannski Ekki sagt að þegja í dag? Já, ég ætla að segja Takktu um tíma, það er ekki stress. Nei. Þetta er eitthvað félagi. Til dæmi auglýsingar sko. Þú er ekki hugmyndu það? Ég ætla að segja Kitty Páls. Nei, Rikki G. Shit, þú varst nála tímaður. Er það? Já, varst Rikki G. Rikki G. Það vorum að tala um hann áðan. Það er unnu saman þér umfættalega. Þetta er náttúrulega punktur sko. Það er ekki að gefa þér punkt. Nei, ég get ekki gefið punkt Þetta er af Og hverju- saman er dínulega. En af hverju þeir eru samt ekki in the theater? Nei, Rikki var in the sharer en búin að rífa sig ekkert aðeins mikið í gang. Hann var underdog. Með Ég hverjum elska heldur Steindi mest? Sko Þetta er sko, ég hugsa eitthvað hot celebrity eða eitthvað svona vinu fjölskyldumæðlumur. Ég held að Steindi myndi ekki elska neitt meira í lífinu út af því bæði við hann er UFC-fíkill. Elskar UFC, elskar þetta sæðila. Ef að Gunnar Nelson myndi koma með comeback og fara aftur á top 10 og myndi jafnvel tengja saman nokkar sigra, ég held að hann myndi elska það út af lífinu. Það er enda rosalegt svar, ég gef hann það. Alvöru svar hjá honum en hann heldur mest með mömmu sinni. Þannig að hann fór Með mömmu þinni? Ekki fara að hnyggslast á því. Nei. Það er Það er ekki elskað ef Gunnar Nelson myndi kirkja 3-4 gæði röð og fara síðan að keppa um beltið það. Jú, auðvitað. Það er gott svar hjá honum. Já. Herðu, það var 0-0 í dag þegar þið báður að Það er ég skammast allavega, ég fekk allavega punkt. Já, herru, þú Ég ert tek með hana sigur á punkt núna. Já, Hvað það er- punkt? Ég hef ekki Já, jafntefli. tapað. Ég hef ekki Já. tapað núna. Þú var föstudagur röð. Já. Þetta var léleg framistæð. Ekkert smá lélið því að þetta voru ekki það erfiða spurningar. En já, svona voru Trikki. þetta. FM 95 Blö á FM 957. Við erum að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindi erum komnir hérna í klefan góða og já, við erum nú búin að sitja hérna eins og ræða málin, Já. fara yfir Helstu mál. þennan þurrk hans Steinda á skrifnum stöðum og annað en komumst loksins að niðurstöðum. En finnst þið fyrir núna? Nei. En desember er ekki þeim mánuður að kemur það þurrk. Ekki frostið, sko. Ég fæ þurrk í hásvörð. Já, herru, nú bara sé ég eftir að byrja að tala um þetta. Sko, við vorum að fatta nýjan dagskjöld Já. sem er keppni. Já. Tilbúinni, ertu svektur að þið vil ekki tala um þurrkiðin? Nei, Nei. ég þarf ekki að tala um hann. Við vorum ekki eins og að tala um hann. Það var bara eitthvað bull í þér, en ég allt í nú hoppa á það. Sko, ég er spenntur fyrir þessu. Þessi nýji liður heitir Lengsta sagan. Já, ég elska þegar þú skýrir liði. Já, það var skýtur á stafnu bara hérna. Já. Sko, þetta gengur út á það við Steindi hringjum báðu. Sögustund. Já, hringjum báðu bara einhvert bara eitthvað nafni í símaskráni og við eigum að segja sögu og sá sem að næra að segja sögunu sína sko, þetta er pínu líkt því sem við vorum að gera um daginn þar sem við þóttist bara þekkja manneskuna. Já. Þannig að maður segir nafnið og bara nei, blessaði Bjarni eða hvað sem Já, hann þú heitir. þarft að gera það. Já, og bara herðuðu og svo bara byrja sagan og leið og sagan byrjar þá ítið þú á tæmirinn Já.
og maður á bara, og það er sama hvað hinn er að segja við á línni, þú verður að halda bara áfram að tala. En hvenar Mátt aldrei fara af sögu. En hvenar tapar maður? Bara þegar skellt á manni? Já, leiðu að skellt á þig og þá nei, þú sko, hvort vill maður vera með lengri sögu eða styttis? Ég sko þú veist Þetta getur verið svona blanda af skellt á mig sko. Mér finnst það markmiði í svo ætti að vera að þú nær að klára söguna þeirna. En þú veist, við megum náttúrulega ekki vera með alltaf langa sögur. Er þetta ekki bara svona kannski 2 mínútna lang saga? Já, ok, maður á að reyna að ná. Já, mér finnst nefnilega að fyndi að þú varst bara að tala þangtilega að stoppa. Já, og bara og sagan maður að drepleðileg. Já, já, en er þetta þá bara ok? En leið og viðmældin segir, þú veist, heyrðu, bara hann að segja náttúrulega ekki við okkur, bara heyrðu, stoppaðu. Þú veist, það þarf heila að skella á. Já, ef við ekki bara prófa það. Já, ok, ég byrja. Já, en ef ykkur spyrir, hver er þetta? Það má maður henda því en þetta er Baldur Já, en það má aldrei vera lengri en það. Nei. Þetta er Baldur maður, en herru, nema það við Já, ég skilji. Hvað er það að byrja? Ég skal byrja. Það er Sölum að vera í bjálu. Já. Bjarni. Já, það er hún. Hæ, Kitty Átna, Ég varð nú að heyra þess ég og segja þér hverju við lentum í hjónin núna. Nú? Já, við förum ákveðum að fara alls saman í búðina og með alla að krakka skaran, við náttúrulega erum orðin 5 núna eins og þú veist. Og það var engin sammála hvað það ætti að kaupa. Ég vildi léttmjólk, konan vildi nýmjólk og krakkarnir vildi kókarmjólk og þetta svona gekk. Það var alveg sama hvar við vorum í búðinni, það var engin sammála. Nema það, svo löpum við bara áfram um búðina og ég spyr hvað maður hafi í matinn í kvöld. Konan segir pulsur, ég bara nei, ég ekki að vera með hamborgara. Nei, þá viltu krakkarnir kjúkling. Aftur erum við farin að þrasa eitthvað sem að engu máli skiptir og engin sammála hvað á að borða. Ég gat ekki annað en hlegið og sagt, það er bara engin sammála í þessari fjölskyldu. Og svo höldum við áfram að rölda hann búðina og ég var alveg pottitur að konan hefði tekið með svona boka. Mér er eins og þú þekkir mig, mér er svo illa við að vera að kaupa plastboka. Hvað heldur að gerist? Ég veit það ekki. Nei, hún hélt að ég hefði tekið bokan. Já, ertu ekki bara góðan hans, Bjarni? Jú. Nei, það ekki. Eitthvað að frétta? Nei. Nei. Jæja. Ekkert að frétta. Nei. Hörðu allavega, já, mér fannst ég verða að segja þér þessa. Já, það var ágætt. Ekki bara, eru ekki góð? Jú, við erum góð. Ok, takk fyrir þetta, Bjarni mín, við erum í bandi. Ok, bye. Mér fannst þetta ógæðislega fyndið. Ég var alltaf einhvern veginn að grípa í eitthvað. Nei, heyrðuru maður þurfti bara að detta í eitthvað karakter. Heyrðuru þegar þú varst eitthvað einu sinni svona stopp áður þegar fórst inn í bíla eitthvað og heyrðu svona andvarp. Hún tók svona Já, sko, ég varð að hætta því að hún var ekkert að fara. Nei, sko, hún var ekkert að fara að skella á mig. Málega er að í þinni sögu tíminn skiptir ekki máli, þú kláraði hana. Já. Þú kláraði söguna, þú náður þessu í fyrstu tilraun. Þú ert að fá einna Sigriði. Já, þetta var merkilegt, maður. Herri, ég var ekki tilbúin með neina sögðan, ég geði engan tíma. Sigriður. Já, er það Sigriður? Já, þetta er hún. Sæl og blessuð Þorkell, Þröstur Mánason heiti ég. Og fyndið, Sigriður, ég fór núna, ég og Gulla fórum með hann Smára litla í Húsdýragarðinn, núna fórum söður því að hann hafði aldrei séð garðinn, vorum að rölda með honum og hann hafði aldrei séð neinn svona dýr með berum augum, ekki þessi húsdýr, skilurðu? Og já, svolítið spes sko, hann alltaf orðin 11 ára en hann sá þarna 11 ára, já, tími flýgur, Sigriður. Já, svo tók að móta okkur þetta stóra nautið, hann hafði voðalega gaman að því og svo endurnar náttúrulega og svo selirnir og fleira en hann hafði gaman að svínunum, hann hafði hrikalega gaman að þeim sko. Alveg svona, og fannst skottið hann skemmtilegt, svona upprúlað og Já, það er bara margir hrifnir af þeim og þetta er alltaf eitthvað við þau. Hvað segirðu? Ég sagði það eru margir hrifnir af þeim en alltaf eitthvað mikið við þau. Já, það er margir hrifnir af svínunum sko.
Já, en hann Smári nú prakari eins og þú þekkir og hann stakk upp á því að Nei, sko, ég gerði það ekki, ég veit ekki hvernig þú tala sem ég segi Já, og hann keypti frostpinna og fór að gefa einu svíninu sem það má víst ekki þannig að það veiktist þarna eitthvað smá sko Já, og þurfti að fara með það hann út fyrir og leifa því aðeins að hósta og svo voru þarna geiturnar, hann var að gefa þeim grasi gegnum kyrðinguna sko Já Svo voru komin tæki og fleira hann fór hann í ökuskólan og var í einhverju svona toffæru leikföngum hann Það var alveg konunglega þarna það skemmti sér helviti vel Já, og svo voru bara pullunum penna skellt á grillið og það var ein með öllu náttúrulega og hann fekk sér fullt af því strákurinn, svo fekk hann svo rosalega í magan líka smárleitli Veistu hvað gerðist í hann á leiðin út úr garðinum? Heldur að bíllinn hafi ekki verið bensinlaus hjá okkur úti hérna frá planinu þannig að við þurfum að byrja því að reyna að lappa upp á bensinstöð við ekki með brúsa þannig að við þurfum að reyna að redda brúsa þú hefur nú oftur í bensinlaus þú veist hvernig Smári er þegar hann er líka lappandi svona, hann fær svo illt í lappirnar Nei, ég veit það ekki Nú, og akkur veist það ekki? Að ég þekki hann ekki og ekki þig og veit ekki hvað hann verður að tala Já, þú meinar, en síðan náttúrulega fyrir við bara heim og þá var allt miklu betra, það var bara sett spóla í tækið og hérna og horta á eina góða svona jólamynd sko, náttúrulega komið í desember Já, það var gott Ha? Já, það var gott og gott að hann skemmti sér drengurinn og allt það og bara æðislegt Já En ég held ég verði að kæri ég veit ekki hvernig það var að tala og þekki ekki til neitt Nei, þú meinar? Ég skilji. Herðu, en segjum það í bili, Sigurður. Já. Ok, já, bye. Sko, það svo veist hvað maður. Ég kláraði söguna líka. Já, hún skelltaði, sko. Þú fékkst, sko, eins og ég alveg, mér fannst mitt erfitt að tala. Mér langaði svo í svona, ég veit ekki hvað þetta er, ég veit ekki, ég dyrkaði maður. Hún hékk samt á línunni, sko. Já, hún var yndisleg. Hún vissi ekkit hvað Smári var, sko. Hún sagði það alveg nokkur sem. Hann náttúrulega er ekki til líka. Hversu tveir leiðilegir náðungar maður? Annar í búðinni að tala hvað það er ósamála og svo einhver ferð í ústýrakan Þetta var líka ókýrslega venjuleg ferð Þú veist það reynda veiktist í sem er kannski óvanlegt en þetta var annars svo náttúrulega fekk Smári í maður þú veist nú hvernig maginn honum er Þetta var nýr dagskrárlið sem heitir Leiðilega sögur vonandi höfðu því að gaman að þessu við Það held ég að fullt að góðan blaðsíðum fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komin góður gestur í stúdíó til okkar Okkar besti maður Þorkell Máni, verstu velkomin Já, takk ykkur fyrir Hvernig ertu á þessum, fína föstudegi? Herru, ég er bara mjög góður, Já, þegar við ávarpaði sem rithöfundin Já, ég man það, þú veist, þegar einn kunningi minn var rithöfundur þá var hann alltaf ávarpað sig sem rithöfundur Já, og komst í rithöfundina Tónlistarmaður líka, þú veist, þótt hann hefði kynni ekki á hljómborð en maður er svona, þú veist, að leika eitthvað Þú ert rithöfundur Þá var hann mikið í því, kallaði sér tónlistamann og rithöfund Já, og er hvorugt Þú veist, þú ert ekki út bók þannig að þú ert orðin rithöfundur það er á staðfest, ég er orðin rithöfundur Sko, bókin heitir, þú þarft ekki að vera svona mikill aumingi og svo kemur hérna áfram sjálfshjálparbók fyrir kallmenn sem vita að sjálfshjálparbækur eru bara fyrir aumingja Þetta er rosalegu titill En máttu segja aumingi í dag? Það er ekki eitthvað töðaðið með að segja það kemur aumingi? Gott úr spyrja þessu það er náttúrulega heill kapli það sko að þeir sem verða móðgæði fyrir því það hefur náttúrulega sumir hafa spurt mig Við erum ekki móðgæði við félagandi hérna sko Nei, maður fengið svona samfélagsmiðlum eitthvað sko, er þessi bók, þetta hljómar eins og eitur kallmennska sem þú ert að koma með þarna og eitthvað svona þetta dæmi og ég hef ekki nefnt að svara þessu sko Fólk verður bara að ákveða það sjálft og það verður bara að lesa þessa bók og dæma bara og komast að því hvað stendur þarna og ég held að ef ykkur tekur þetta nærri sér þá er það, kemur skýrt fram í þessari bók ef ykkur tekur þetta nærri sér þá er það ekki mér að kenna, það er honum að kenna Já, en hvað svona í stuttu þetta er bara hvernig myndir þú lýsa bókinni? Þetta er litlir svona skemmtilegi kaflar Já, þetta var þetta sett upp þannig bókin og það því að ég á náttúrulega 2 syni sem eru þarna á besta aldri 16-21 og síðan líka bara sjálfur verður maður var við það sjálfur til núna þegar þeir til dæmis að horfa á bíómynd og þeir sjáu eitthvað djöðli kannast ég við hann að leikara og hvað gerir því?
Þið fara alltaf á síman ykkar og tjekkja á hvaða leikar þetta er Já. og hvað hann er, og maður sækir upplýsingar bara núna á 5 til 15 sekúndum og þessi bókar sér aldrei skrifuð þannig í staðan fyrir það að þurfa að vera hljóðbók yfir allt og öllu að fá drengi til þess að lesa þessa bók og þegar þú ert bara í einni blaðsíðu og En er einni þetta bara fyrir drengi? Já, þetta er einmitt ekki fyrir konur ef þú vilt spyrja því, þetta er bara fyrir kalla þessi bók Maki Þetta er sjálfsjálpa bók fyrir kalla Já, Magin er ekki bestu viðinnuðin það er nú nokkuð félagmann sem er ekki heyrt í eftir byrjuð með konu og þú veist að, við vitum það, ég veit það og þú veist að það eru gæjar sem er alltaf að fara að skilja eða fara að vera eitthvað frekar sorglegir þegar framleiða stundir En er ekki rétt hjá mér að þetta er svona bók sem þú getur rauninni bara að opna hvað sem er og byrja að lesa? Jú. Er þetta closetbók? Já, nei, það er ekki málið. Þetta er bara svona, þú grípur í þetta. Þú getur bara tekið upp bara, það er raunur hvað sem er kemur fyrir lífinu. En það er þetta að orða þetta eitthvað svona skáldlega, þá er þetta svona fyrir menn og drengi sem sjá ekki sólina fyrir einhverju þoku sem er ímyndun sko. Já, sko, ég opnaði bara eins og núna hérna og fyrst það sem að stóði hérna, það er enginn að pæli þér við mannfólki eru svo sjálfkvært að við höldum alltaf allir séu að spá í okkur hvernig við erum klætt, hvernig við erum vaksin og hvað við vinnum við og svo framvegis. Þetta er útbreyttur miskilningur, almennt er fólk ekkert að spá í neinum nema sjálfu sér. Við spáum 1000 fyrir meira í því hvernig við erum sjálf en hvernig allir hinir eru. Það eru bara örfá prósent af fólki sem er að spá í það hvernig þú ert oftast og það fólk sem að þyrst að velta því betur fyrir sér hvað manneski það sjálft hefur að geyma. Álit þessa fólks ætti akkúrat ekki að skipta okkur nokkur einasta máli og þá er bara þessi kafli búinn. Já, þetta er bara Þetta er fílingur í þessu. Það er bara þannig sko. Þetta er hárétt. Þetta er líka svona, þetta er svona, út í ég er nú búin að vera edrú í 25 ár. Þeir eru nú búin að þekkja mig sumur svona á alls konar tímabili. Þekkti er þetta aldrei, ég er 20 ár sinni byrjaði á þessu fyrirtæki, ég þekkti ekki mána sem að drakk. Nei, það verið enginn ykkar þekkt mána sem drakk. Ég náttúrulega kynntist mér þegar ég var bara með ofaáti. Þetta hefði nú verið gaman að drekka. Það er úr náttúrulega rúm 20 ár. Ég veit ekki að það hefði verið gaman að drekka með þér kannski einu sinni. Já, og það var svona einu sinni. En ég var náttúrulega meira að fá mér í haus sko. Ég hafði meira gaman. Já, það, varstu stónir? Já, ég var stónir. Ég hafði meira gaman að því svona. Varstu að kýla í rauða skúringa? Og ég get alveg sagt það. Ég get alveg sagt það frá því ég var að reykja hass. Ég var virkilega til í að taka 9-5 blöðkastið og ef ég myndi fá mér einhvern mann í haus, þá var ég til í að gera það með 9-5-7. Það var alveg fokkin veistla Steindi, sko, þú veist að vera með gilsaran og blöðaran skakkan þetta er fokkin legend í mót þetta er bara heilt tífi það það er bara staðfest svo er þetta kalli ekki fá vírus í hausin með því að kalla alla neikvæðni heimsins yfir þig þetta er gott já, þetta er út í að við erum náttúrulega rosa mikið í sko að hugsa neikvætt er það ekki svona almennt, þá er maður alltaf eitthvað bara ég gerði þessi mistök, þetta var ömulegt þetta er ekki að fara að ganga upp hjá mér þetta sem ég er að fara að byggja núna, við erum alltaf að eyða orkun ykkur í þetta og þetta er, ég las það nú einu trúabókinu, ég hafði svo gaman að lesa sjálfsjálfbækur og trúabækur þegar ég var sko í kvíða og deburð og alls konar svona drasli. Varstu komin eitthvað djúpt í trúna? Já, ég var ekki trúað beint, þú veist, maður las sko mikið af þessu trúamálum bara, þú veist, ég las Kórana og fullt bara fínt í honum, ég las sko gyðingatrúa og fullt fínt í henni og ætla nú að vitni í það, þeir til dæmis í gyðingar, þeir trúa því í kabalatrúnni að það sé 99% af lífinu sé bara ljós og það sé 1% myrkun, við séum alltaf eyða tíman í allt sem er neikvætt og það er margt í þessum köflum að það sem fólk á eftir að lesa og vera bara eitthvað býtu máni, það er eitt kafli sem heitir sko, hafðu vitað að þegja sko og vera ekki með skoðan og öllu og það er allir bara, býtu máni er hann að segja þetta veist, en máli ég skrifaði ekki þessa bók út og ég var svo fullkominn sko þú veist, ég skrifaði þessa bók út og ég var svo ógeðslega gallaður og ég vissi að þessi hlutir sem er í þessari bók að þeir virka og hefur skrifferðli bætt þig sjálfan kannski? Ég vildi óska þess sko. Það er oft þannig sko, að maður er alltaf betri að koma með ráðleikingar sko, heldur en maður er að fara eftir því sjálfum þetta er eins og þegar sko, Gilsar hringir vælandi í blöð og þú veist að vera að væli yfir ykkur og getur blöð alls sagt þú ert að gera þetta og þetta og þetta en blöðan kannski verið ekki eftir í sjálfur sko. Nei, það er alveg góða punktur þetta er oft svolítið þannig sko. það er alltaf svona erfiður slagur að díla við sjálf sig en eins og þið þekki bara út í að þið eru nú konuð á þennan aldur að það er fátt skemmtilega þegar maður sigrar sjálfan sig í einhverju sko. þegar maður allt í hennu fattar bara ég er bara nokkuð mikið betri maður en ég var hérna á sínu tíma það er sérstaklega líka bara svo í foreldrahlutverki og síðan er þarna, þú veist, það er fullt þarna fyrir foreldrahlutverkið ég rána með að tekur cast líka
Já, það er gott að fara þessi kesi. Já, en það á maður að gera það sko. Það er það var eitthvað skrítið og myndir ekki þora að tala um peninga. Það er ekki alveg ótrúlega fyrir. Ég tala líka samfélagsmiðlaðna. Það er enda tabú hjá mörgum. Það er samt ekki peningaumræða farin að vera minna tabú. Jú, það er aðeins að. Nei, það er enda eitthvað fólk sem verður sko. Það er hérna sko eitt kapli sem heitir peningar eru kærleiksríkir. Kærleiksríkir? Það er oft sko þannig að fólk telur að skattar séu ofbeldi og eitthvað svona dótri, það hefur hægt þessar setningar. Það er til dæmis miskilningur. Skattar sko eru bara, þú veist, tæki sko, góðgerra tæki og kærleiksrík tæki því að við greiðum hérna, ef við greiðum hafa skatta, þú veist, þá erum við að hjálpa einhverjum öðrum í samfélaginu sem þarf að halda, er það ekki rétt? Jú. Og oft lætum maður á peninga þegar maður að gefa einhverju peninga að hjálpa einhverjum að gefa einhverju gjöf, þá hlýtur það að vera kærleiksdæmi. Þetta er bara spurning hvernig við þóra þetta er gangast peningum eða bara lífinu almennt. Þetta snýst náttúrulega svolítið mikið um það sko. Ég ætla að senda Kitta Páls kaplan ekki fresta hlutum. Ég ætla að fá bókaður og gefa Kitta Páls og ég fann ennþá sami aumingin. Það fer ég þetta mánudaginn og byrður eitthvað í dag kemur mánudagur og þá alltaf líða 2-3 dagar og svo fer ég þetta mánudaginn. Það er rosalega erfitt að fresta hlutum. Maður verður alltaf svo fokkin kvíðin að því sko. Það sem ég fíla við þessum bók er að þú veist, hún er frekar nett. Þú veist, ég myndi giska ég gæti verið örugglega undir klukkutíma að klára eða þú veist, maður vildi samt örugglega ekki tíma. Mjög skemmtilega uppsett. Hún er mjög skemmtilega uppsett. Mér leist mjög vel á hann, ég lagt til að lesa þetta. Hvað getur maður að keypta hana? Bara út um allt? Herðu, maður keypta hana nú allt nema í bónus, ég heldur sé ekki komin í bónus nú. En sko, ég heldur sé komin á alla aðra staði sko. Þannig að það er bara. Það er að mæta eitthvað á kvitta og ég veit ekki, varst þú mikið að gera það? Svona follow ritual. Ég var enda helvíti segur í því. Sko, ég var bara, tók bara föslausun, bara grimt. Við vorum með þess að grimmir árita spilin og hvað er þú með, veist. Sko, þú verður að fara að árita. Ég er bara ekki nóg mikið áster típa. Þið veitir alveg hvernig ég er. Ég man að ég segja á söguna þegar Auðun Blöndal sko fór að taka mig inn í gegn þegar við vorum einhvern mann í Kringlunni og það kemur einhver gæi og fór að biðja mynd með mér eitthvað og því að hann hlustaði svo mikið á Harmageddon og ég bara, mynd með mér klippt, ég dætti mynd með Auðun Blöndal. Þú sagðir orðurétt, taka mynd eftir eitthvað vangi ég er bara svona, mánuð eftir eitthvað rugg. Ég var nú að færa í stílinn og það má ekki nota þessi orð lengur en sko og þá var hann útskýra fyrir mig að maður getur vel ekki að fólk sé fíla mann það verður eiginlega að koma almennilega fram við það Já, þú varst að gera, þú veist hvað gerir Ég hef alltaf leyft fólki að taka mynd með mér eftir þetta Hvað er vesenni við það líka? Það er ekki neitt vesenni Þetta er náttúrulega algjörlega lýsend dæmi það að maður hafi sjálfur verið óörgur Skiljum, maður hafi bara eitthvað finnst þér ég skemmtilegur? Það er nú eitthvað að þér að finnast bara finnst þér í alvörunni ég skemmtilegur? Skrifið út svona frá svona svolítið miklu svona momenti sko en það var margt mjög fínt í bókunum þín Já, séðan var margt annað sem fór mögulega sem þér ekki Já, ég ætla að fá því til að skrifa aftan á bókinu sko þú veist, þetta er bókin sem ég hefði átt að skrifa Það er mjög fyndið En eins og þetta gerir með áriðanir út af því þú ert einn náttúrulega þú vilt setja einn út í hotni sem er engin röð og þá líður þess að piece of shit Bókaði í áriðanir með þess og tokka þráis eitthvað svona gæði sem er með bók og setja hlið við hlið, hann er með sína og þú með þína getið spjallað hann á milli og hann farið hans fans og hann var your fans og þið græði okkur öðrum Svo er líka trikkið eins og þú vorum árið að spilið ef við sáum að var enginn og svo loksins kom eitthvað þá höfðu við manneskinu eins og lengi og hægt að þannig að fólk sæi að væri eitthvað að gerast í okkur Það heitir, hvað er að frétta? Líka, ég get alveg fengið ykkur að stráka á liðinu hjá Róbert og standa bara til að koma bara ennið að koma og standa ef það er ekkert að gera þá komið því svona Þetta er virkilega góð hugmynd Svo mæli ég með að fara líka við fengum að fara í Kringlukerfið og þá bara tókum við headseti og heldum takka inni, já, það held ég við erum að mæti félagarnir Þeir eru náttúrulega miða við, sko, ég heyri ekki alveg það er svolítið, sko, þeir eru Auðun Blöndal Steindi og Egill Einarsson að áreita, það er svolítið Máni Harmageddon er að áreita við skulum ekki alveg, ég kann vel við að þið sitjum með á sama stall og því En akkur er svest ekki nefn með Kájó, hann er ekki út bók Kájó, ég náttúrulega mun alltaf gera það Þið verður flottið saman Þið tveir bara að taka hagkupsrúndinn og eitthvað svona vesen Það er þú verður að gera þetta Ég verður að tala við Kájó, það er fínt þá getum að tala við hann líka Heldur þú að fáir einhver leiðindi út af þessari bók? Já, örgulega Það er sama ef maður svo verður Mér er alveg drull Þá er líka að gera eitthvað rétt Þeir verður ekkert inn að það vera
Nei, ég ger það ekki sko. Það er einmitt eitt kafliðan sem heitir sko bara, þú veist að maður á ekki að hræðast beinagrindnar sínar í skápnum og allir eiga einhverja beinagrind og veist hún er að koma og bara kemur hún og það er ekkit sem er í þessari bók sem ég get ekki staðið svona eitt atrið sem ég hugsa ég sé það núna að það hefði kannski verið betra að sleppa því en ég hefði ekki vita það sko þegar það var sá kafli heitir Smælaði fram inn í heiminn ég geta svona kannski regnað út hvaðan það kemur en sko já þannig að það er ekki svolítið, mér er alveg sko það er sko þegar fólk er að taka eitthvað nærri sér í ykkur umræðu sko þá er það bara sko því algjör að kenna sjálf það lítur að vera þannig þú veist, fólkmálið, það er alltaf þannig alveg saman hvað það segir en fólk ákveður bara einhvern veginn að lesa í það út frá einhverju sínum eigin skoðanum og mér er eiginlega alveg sama það er bara, ég get ekki séð að ég hefur að taka það nærri mig, ég veit hvernig maður ég er og það getur eitthvað skrifað eitthvað annað á netið en út af því að hann vil meina að ég sé með þessar og hinnar skoðanir en það er ekki, og það er ekki þannig í þessari bók sem er eitthvað stuða sko, hefur eitthvað sérstakar ágjör því, þú veist, það er ekki það er bara svona að vera að mæla með því að vera svona góð típa á 21. öldinni sko, þú veist, þessu sko strákarnir okkar þessi bók á að hjálpa já, hún á að gera það sko hún á að vera þannig að við séum ekki þú sért ekki að skýta á þig þegar í peningamálum skýta á þig þegar einhver dompaðir þá sért ekki að skýta á þig þú sért ekki að haga þér svo hálfvít á samfélagsmiðlum það er það, þú veist, eins og til dæmis að vitna í núni að við vorum að horfa Manchester United leik við feðgar og það kemur einhver að taka vídeo, ég held að það verið Rashford eða eitthvað, við vorum náttúrulega ekki bara eins og alltaf minni fjölskyldu og höldum ekki með Manchester United og við náttúrulega vorum að vona að United myndu tapa sko og þá kemur Rashford að taka vídeo og þá heyrist í sinnum sko, ég vona hann klúður ekki og ég hugsa bara, hvað vonar hann klúður ekki og þá segir hann við mig að það er út af því að sko, ef hann gerir það þá eftir að koma bara racist viðbjóður yfir hann já, Instagram öru þess vegna var hann að vona einhverju hvítur myndi klúra vitinu og það er eitt kapli að sem veldur upp þeirri spurningu hvort að við sem erum öll á samfélagsmiðlum séum fucking rasistar ok pældi með þessum fallum orðum hverja mánuði til hamingju með bókina til hamingju með þetta, geggja og við mælum með henni hér ég lagt til að lesa heldur betur ég þarf alltaf að rána Facebook síðan ég þarf allt backup að nynni sem ég get fengið nú er ég með þig og tóka þráins nú er ég í topp málum það er ekki kája og líka liðinu þínu er hann alltaf að passa sig eitthvað og það er hálkast í lið þannig alltaf þegar ég setur eitthvað status að reyna þá er alltaf bara eitt like og þetta er fórgunni þá hann er alltaf að stinga upp á okkur partí ég líka like alltaf nynni sko það veit enginn hafa með hann sko þú verður náttúrulega að fara að henda í nýja bók já, ég getur þetta komið með comeback og hendir Máni, takk kærlega fyrir komina Böddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga það held ég kæru vinnir þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 drengir og það er komið að spurningakeppninni góðu já, hvað var þetta aftur? King of eitthvað King of, já sko, já, út af því á -9 bara í vikunni hefur verið hræðilegt viður mikið frost og allt í apaskít Ölferðin hæg og svona já, ég lendi því til þess að kúnni gæti ekki komið tíminn í mælingu því að hörðin og hann gæti ekki lokað henni þannig að hún bara náði ekki að loka hörðinni það er bara að ná að opna hana það er ekki hægt að loka henni, það er bara út af frosti það er helviti hart þannig að þetta frost er þreitt þannig að ég er veltað fyrir mér hver er bara svona líklegri hver er meira til í að bara pack shit og flyttir tenni, taka bara svala á það já, ég veit ekki hvort okkar er líklegri já, það ég er þetta búið erlendis, ekki Steindi það er alveg máli sko ég held að þetta voru aðtekli svert sko. hver er líklegri í þetta en þú varst náttúrulega bara krakki þú er ekkert svona, þú er aldrei flutt út sjálfur nei, það er rétt hjá þér og svona þú ætlar að rakka þetta niður með að gera lítið úr þessum nei, ég er ekkert að gera það en sko, þú fluttir náttúrulega einn í bæinn og varst á Króknum já, það er reyndar líka rétt og stóð skrif hér þannig ég ætla bara að byrja þetta og búið 18 ára það er rosalega sko gætur þið búið til cash á tenni já, þú veist maður myndi bara fá sér vinnu
eða bara opna einhvern reyna Ég meina ef ég nota your celebrity, getur nota your celebrity status eins og til dæmis málið Peter fucking Johan með 2 uppistönd núna á tenni hann geti ekki lifa á það samt á tenni að vera bara með uppistand hver helgi sko alltaf sögum Íslendingarnir hann veit að vera helviti frjór Já sko málið að það eru held ég 2000 Íslendingar á dag á tenni Það er rotation system, alltaf nýjar að koma og það ekki Þú gætir öruglega búið til eitthvað prógram og verið haldið svona nokkuð uppteknum held ég Já, ég myndi halda Já, þið getur báður hendi í álur gegga Þetta er punktur okkur báða Já, ég myndi samt bara alltaf opna bar Það er alveg lengi verið draumum að standa á baku bar og afgreiða fólk Það myndi ég ekki gera rosalega því sko Hversu geggja var að geta hitt King Svala í eitt berið The Sunshine á hverjum einasta degi ársins Hversu geggja var það? Það er bara voða fínt Já, ég heldur þetta að Svali sé ekkit eitthvað sull á hverju degi Nei, hann er meira í kaffinu Er hann ekki bara komin í lokalinn, skilur? Þú veist, hann er bara Já, það er ekki sull á hverjum degi Það sem fólk gerir á tenni Það fæsir á hverjum degi Ég vil á bloggunum Tenerife-ferðir Tenerife-ferðir.is Það er frábær síða Það er regla að hitta Svali og ferði Tenerife Ég held að Svali sé sem bara hann mætir í vinnuna, heilsar lið hann er alltaf með Íslendingun alltaf ég held að hann sé ekki alltaf fullur 22. Nú eru báðir tölvöld mér á horni í sól Haldið að þið myndu hendi 3. krakkan Þið myndu fyllið tenni Aldrei Ekki heldur Aldrei Nei, ég sagði að brúðköpi sýstir minnar það er meiri líkur í gef annar heldur en ég færi 3 Þannig að mér er alveg saman hvort ég er sól eða ekki, það er ekki bara að gerast Við ég hugsa að ég sé komin alltaf í góða pásu Heldur þú farið í 3? Nei, pásu, þú byrjuð út að dara á 3? Þau eru mjög yngri en við sko, þau geta alveg hendið 3 Ætti að farið í 3? Nei Er ekki Sigrún hvað hún 88 módel? Nei, 89 Nei, við erum bara hætt Núna er kasínó á tenni Myndi það ekki hendi ykkur helviti vel? Jú Já sko, nei, fluttur á þessi fjölskyldumöður Ég var að segja nei Þetta væri svona spari maður myndi kannski taka einu sögum Það rífi kort á og til og eða ekki? Já Það er alltaf sko steindið með punktana Blöð sagði bara nei með familíu Gleymdu Það henda mér ekki að sé kasínó Nei, það hendar auðvitað ekki en þú myndi farið það Já, ok, það skal ég bara fá Það er mjög spennandi En myndi hendaði vel að hafa year around aðgengi að blöðurum Hvað, okkur er það eitthvað á tenni? Sunshine Fólk er ekkert eitthvað Þú ert nú alltaf það Er ekki bara fólk á bikini og bólum Það er punkt beskir að sér að segja Nei, ég lítið nákvæða því Ekki tók ég eftir því að það væri allt út í blöðurum Ég ekki séð eina manneski konu bara ofan hann Og það er ógæst að það er alltaf blöður Þú verður að fara að hætta því Þú ert orðin sko rúmlega 40 Þú verður að fara að segja bara eitthvað annað Nei, það myndi ekki hjálpa mér neitt Ég hef aldrei séð Ég voru að tena mjög oft Ég hef ekki séð eitt stöðumælaverðana Myndi það vera dealbreaker fyrir því? Það er mikil kostur Ég myndi segja að það er mikil kostur Það sé ekki stöðumælaverði Já, þá fann maður ekki sekt á bílinn Já Ég hefur aldrei séð stöð, nei, reyndaður þú segja Nei, það veist ég stöðumálverðan Nei, það eru væntanlega Það er ekki, sko Ég sko, ef að steindi verið ekki síðan, þá er engi síðan Nei, byrju, Það er nokkuð ljóst. Ertu að segja mér að þú getur lagt hvað sem er á þess að borga fyrir það? Nei, pottit Eitthvað kerfi? Þú eru kannski bara ekki svona uppdressuð eins og einna hjá okkur Kannski eru þið bara stöpum sem á ból, fattar Já, dulbúnir Heldur þú myndi fíla að geta verið ber ofan allan á sér hring í engu nema bleiu? Hluti bleiðan og koma sterkir alltaf núna Ég ætla að fá að segja eitt ykkur Herru, þetta er bara sönsa Ég er búin að fá bara mjög gott feedback á skjöldin og jú, ég ætla bara að segja eitthvað Á skjöld Hver er að gefa gott feedback á hann? Ég er búin að fá 3 menn senda á mig og segja, þið skilji ekki þetta rugli ykkur Bleia er þannig ef þú setur á þig bleiu þá með bleiu þá límar hann á þig og lappar í bleiu en ef þú setur bara bleiu á þig nei, skjöld sko ég nenni ekki að við erum bara að ríða svo oft bleian, maður ekki upp í rassina þér nei, ákveð ástu að setja hann já sko, þú skilur ekki jú, ég skilur hann, þú skilur ekki hefur þú látið mig fá þínu bút
bút úr þunnri dínu það líka getur verið skjöldur eða peysa sem þú myndir vilja fórna. Já, en þú gerði það ekki, þú setti blei á þig. Ég setti mig skjöld og mál er að ég nenni ekki vont skap, þetta er ekki stíð á mig. Þannig getur alla daga vaknað, hendir í blei, ráað tenni, zero fucks, alla daga ársins. Fólk myndir neykslast á því. Heldur ég geti verið heldur að fólk geti lappað með bleiðu, fullari fólk og gefið zero fucks á þess að vera bara það er ekki að dæma þarna sko. Ég ætla, þú veist, ég veit ekki af hverju þú alltaf að tengja með bleiðu í fyrsta lagi, minnst það skrýti af því að það hefur enginn hér verið í bleiðu ekki eftir bara Við vorum í bleiðu þá litli. Já, bara litlir, það hefur enginn verið fullorðinn í bleiðu. Ég þarf eiginlega að finna þáttinn þú opnar á sig, þá sagður þið sjálfur með þess að ég var með bleiðu í gerð. Já, ég sko Sen dróði hann tilbaka og breytti í skjöld. Af því að byrja að skamma sín. Hann var að horfa á He-Man og hann var að breyta sér skjöld sko. Hefur Gella sagt við þig, ok, wow, shit Jesus motherfucking Christ Steindi harðan á tenni en á Íslandi og nú er hún hinskilin því að þetta er for the win. Það er 4-4. Nei, það hefur ekki verið sagt og málið það Hugsa þetta betur. Ég ætla að fá að bæta einu við Nei, það er auðvitað ekki en ég ætla að fá að bæta einu við varandi hérna þegar ég var að segja að það eru 3 strákar búin að senda á mig bleiðina málið er að þeir sögðu mig að þetta væri að því að sko í svona miklu veikindum það má ekki gleyma að þetta var Noro-pestin sko eða einhver svipuð. Ertu ennþá að fara inn í bleiðu? Ég er ekki að vera í bleiðu, ég segðu bara að það er bara stoltur, fórstu í bleiðu, þetta er real man. Ég fór ekki í hana. Það er skamma sín svona. Ég veit að, hefði ég farið hérna ef ég sagt það, en málið er að ég ætla bara að segja að þeir sendu mér og sögðu, herru, ég var svona veikur daginn og ég bara hefði átt að dæta þetta í hug og ég er í tím Skjöldur og Já, það er allir tím Skjöldur. Já, ég er þetta góð hugmynd til þér. Já, sérstaklega þú lendir í því að þú varst að hæja þér og æla at the same time sem er alveg skemmt. En ertu hérna En ég var ekki í þetta var En ertu eitthvað harðar Ertu harðar á tenni heldur en á Íslandi? Nei, þetta var nei hjá mér. En þú veist, þetta er fjæði 4-4. Þú getur unnið. Þú búin að pakka þessu saman ef þú har punktana sko. Ég myndi ekki að pakka þessu saman. Ég hef ekki sagt þetta við. Nei, en hefur einhver sagt það við þig þetta? Það er jafntipli. Hann sagði ekki Öddi Þetta er mjög skrítið. Þannig steintið hana. Jafntipli Já, ok. Þá erum við bara jafn líklegir að flytja til tenni alla fjölskylduna. Jafn ólíklegir. Fá okkur báða. Já, það er líka 4-4, þið skoruðu hátt. Ef að Steindi hefur verið hinskynni öllum svörun það er verið líklegir. En ég er bara tekin að búnt, það var gamla því. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og já, það er komið að virtasta dagskrálega FM 95 blöð og ég er búin að reyna alltaf með Sturla staðrendi núna síðustu 3 föstudag. Hann situr einhvern veginn alltaf á hakanum þannig að sko því að þetta er mert þetta átt að vera einhvern veginn núna í nóvember, byrjum nóvember þessar. Ok, þannig að það verður ekki Sturlar og Sturlari bara með hverju vikunni? Ég vona og það er einir frostarskittur. Þannig ég vona að bæði þið og hlustendur reynir svona að giska hvað af þessu er kjaftaði. Já, það er skemmtilegt. Þá spyr ég bara, eru þið tilbúinir? Hlustendur tilbúinir? Já, ok, og þá byrjum við. Ef þú ert yngri en 48 ára, sem við erum, allir 3 í reyninni, þá hefur enginn farið til tunglsins á þinni ævi. Þetta komið svolítið óvart. Það er rosalega. Já, það er ekkert verið að fara til tunglsins lengur. Finnst ykkur ekkert skrítið? Já, ég var alveg til að fann okkar. Finnst ykkur ekkert skrítið að það var farið til tunglsins á sín tíma? Heldur ég alveg að það verið samsæðiskenni? Nei, ég sagði, hvenær var þetta þurr? Þetta var ekkert 60 eitthvað held ég. En akkur, þú veist, hvað er margir búin að fara á tungli? Það er, þú veist, hvað á fólk að vera að gera á tunglinu? Það er búin að fara nokkru sinni á þangað, sko. Hvað segir þú? Það er bara ekki búin að fara þangað í 48 ár. En það er akkur ekki. Ég er ekki með samsæðiskenningar, ég er bara að spyrja. Já, ég meina að þú meina að það hefur verið set up bara til þess að geta haka í bóksi hörðu við vorum fyrst að lenda á tunglinu. Ég er basically að segja að það ætti ná að vera tölvöld hægilegir í dag að fara þangað, víst þetta var hægt á. Ég er ekki með samsæðiskenningu, ég nenni því ekki, ég nenni ekki svo bæli í þessu. Ég er bara að segja 1969 var þá Ég sagði 60 eitthvað. Man hefði svona gruna 1969, fyrsta tungslflugið ferðin, man hefði gruna svona hvernig 2021, já ok, þá er örugglega fólk bara að fara þarna bara upp til bara kostar Möndu vilja fara til tunglsins eða verið búið? Já, nei Ég myndi alltaf gera Horfa á jörðina. Já, séu margt sem getur farið úr skeiðis á leiðinu upp sko. Óðalegt ræddur Lífsrætti June, hann er til. Já, en eins og ég segi Ég bara hugsa þetta, myndi hætta við sko. Ég hef enga skoðun á þessari tungferð. Ég bara var svona að kasta bolta. Ef þeir fóru sko, það er alltaf strax sko með evasemdir. Það er að velta steinum efi sko. Já, ég bara segja þú veist meira, já, nei það er ekkit, minnstu að með drullu sammynda. Já, höldum það bara áfram. Svefnleysi er helsti andstæðingur stærðfræði.
Þannig að það er ykkur að fara í starffræðipróf og reyna að sofa vel. Ekki gott að taka all-nighter. Nei. Nú er ég mjög illa sofinn. Já. Spurðu mig 3 spurningar úr markvöldumtöfni. Krónískt illa sofinn. Hvað er 11 sem átta? Ég hafði það undir 11 sem átta er vel erfið sko. Ég hafði það í vel Við vinnum í útvarpi. Það er 88. En hafðu það Hvað þurftur að fara í tölvuna? Taktu 1 upp í 10 sem töfla. Ok, 9 Ég sem get 6. ekki, þú yfir að stenda sko. Ég er bara 54. Allavega þetta er samkvæmt sturglega staðrundum og þá er þetta helst anstæðingu stærðfræði. Með þetta test núna þá getur þetta verið hrossskítur. Hárið er vex hraða á meðan hún stundar kynlíf. Það vissi ég ekki. Það var að tala bara öll hár, líka hár og annað. Þá hefur verið bara í þessar 3 mínútur sem þú ættu á baki það. Lítið að gera á blöðurnum þá einhver tíma. Það var bara rúnta. Það var reyndar alltaf agalegt ef maður var rúndunum á króknum og skotin í stelpu og hún kom með rúndin og svo stökk hún yfir einhvern annan bíl svona í lók kvöld. Yfir til Landakjöss eða Mensvess. Nei, ég þurfti nú ekki að ágjöra þeim fyrir norðan sko. Freka gaurarnir sem átti flottari bíla sem var eldri. Það var ekki áhyggjur á Landakjöss. Nei, það er litlar áhyggjur á honum. Það var í slopnum bara hana sílkitlagur sko. Maríubjalla er lauslátasta dýr veraldar. Já, ok. Þannig að það er svoleiðis. Já, skordýr samt. Ég er hrifinn af Maríubjallum sko. Það er krútlegar og er það bara gerandi niður svo allt eða? Ég held að það eru ekki í fötum en já. Ég vant að segja Maríubjalli fötum sko. Men sniglar, við erum svolítið í dýrunum núna. Sniglar geta sofið í 3 ár. Ok, það er rosalegt. Það er okkur blöndur. Það er alveg power nap. Veistu hvað, þetta eru stundlega stærndir en mér finnst þið verða heimskar við þetta. En er þetta með eitthvað rosaflugustæðarind í dag? Nei, enga fyrir þig, þetta með rosaflugurnar. Þessi hérna varst með skemmtileg leigan og íbúð Monaco í Friends hefði kostað yfir $5,000 á mánuð sem er, bara rúmlega 600.000 kall. Á þessu location og þessi stærð. Á þessum tíma, þá var þetta miklu meiri dam. En ég meina hún, þú veist þau voru að gera það fínt líka. Nei, samt er það. Ég meina ekki í byrjun. Nei, var ekki Chandler ykkur forritari? Var hann ekki að vinna okkur veitingastað sem kokkur? Ekki fyrst. Þá var sko Rachel ekki neittni vinnu og var bara með kreditkortur og pappa sínum og eitthvað. $6,000? Yfir $5,000. Þannig að, já, ok. Já, það er bara dýrt. Meðal manneskja er 8 mínútur í sturtu. Já, svona. Já, maður er ekki svolítið in and out koncept. Já, ég er ekki svona sturtuperri sko. Fullt af fólki sem er samt heil lengi sturtu en svona meðali. Ertu með einhverju risa sturtu heima núna? Svo kemst 20 manns í sturtuna. Málega það ég stend stundum bara og hérna hittan vel og bara aðeins að svona. Varstu lengi? Já, ég get alveg verið í svona, ég myndi segja ég verið svona solid 12 mínútur sko. Já, ég er baðkall. Mér finnst þú gott að vera í bað. Já. Farið ekki í bað? Nei, hvað ertu bara kötturinn á fónin og kveika kerti og svona? Ég er með pínu lítið gamaldags bað, ég var alltaf kemst fyrir í það sko. Ég er ekki með svona hotbaðkar svo Óskar Kolbeins með sko. Nei, hann bara með heitapottan ég er ekki mikill baðkar. Hvernig er þú með bara tútalum pott og þeir ég er svona ekki með svona baðasvíði þú kemur alltaf yfir á mig hvernig þetta er heima hjá mér. Þú myndir ekki passa í baðið mitt sko. Þú ert með pott í garðinum. Þú myndir festast í baðinu. Ég er ekki ég er mjög slæmur í bakinu að ég reynir að fara svona í pottin. En ekkert í bað? Nei, lítill baðkall. Dýrasta rauðin heims kostar yfir $500,000 að flaskan eða rúma 60 milljónir. Það er alveg red wine. En þá er ég að tala um rauðvin sem er selt, fattaru. Ég er ekki að tala um þessar dýrustu flöskur sem eru kannski 100-300 ára eða eitthvað sko. Nú gæti resta þessari flösku. Já, það er verið að selja þetta. Er þetta dýrasta flaska sem er seld út, bara út í búð? 60M. Það er rosalega rauðvin sko. Rosalega ég aldrei tíma að drekka. Hún heitir að fá svona 4,8 á við vín og það heitir að fá 5. Góða punktur. Sko máli er að, þú veist, rauðvinslaskar eru 4 glös. Já. Þú veist, ángríns. Ég held að þú átt eitthvað svona, þú ert bara með þetta til sínis eða ekki. Ef þetta er svona Elon Musk flaska, hún var þar ekkert það var þar öllum 60 miljón. Ekki Musk en nei, kannski ekki. Þá spyr ég hvað sem var hrossaskítur. Það var hérna tungslendingin, svefnleysi, helstæðastæðingur, háraðvext, raðar og kynlíf, Maríubjallan, sniglarnir, leigan og íbúð Monaco, meðal manneskjar 8 mínútur í sturtu, dýrasta rauðin heims er yfir $500. Ég ætla að segja að sé nú Maríubjallan sko. Ég segja að það sé mest að kjafta að sé heita háraðvext, raðar og þú fara á bak sko.
Steindi var með þetta, það er Maríu Bjallan. Helvítis! Bjóð það til. Það gleður mig satt, ég elska Maríubjöllur. Það er frábærar. Nei, þetta var kæft, já. Hvað er Já, hvað því að þú veist að pyrraða maður sem var að gera þetta niður svona allar bæði sko. Nei, bara áfram með Maríu Bjallan, þetta voru störlaða staðrendir hér í F95 blöð.